Góðan daginn og verið öll velkomin á þennan opna sameiginlega fund borgarstjórnar Reykjavíkur og öldungaráðs Reykjavíkur. Það virkilega ánægjulegt að sjá hversu mörg ykkar hafa gefið sér tíma til að koma og vera með okkur, en fundurinn líka sendur út á Facebook síðu Reykjavíkurborgar. Þannig að þau sem ekki eiga heimangengt geta fylgst með þar. Og við munum reyna að passa upp á það á fundinum að fylgjast líka með athugasemdum og spurningum sem koma þaðan eða í gegnum ábendingavef Reykjavíkurborgar. Fyrsta sem ég vildi segja að því miður þurfa að breyta aðeins útsendri dagskrá, ávarp borgarstjóra færist aðeins niður í dagskrána, en það ætti ekki að koma að sök. Ég held að það sé okkur öllum ljóst að þegar við búum saman í borg þá þurfum við að passa vel upp á blöndun aldurshópa og þetta samspil í borginni til þess að allir upplifi að samfélagið sé þeirra, enginn upplifi sig út undan. Og ég held að í sameiningu þá getum við komist að hvernig best að setja öll okkar kerfi upp fyrir okkur öll. Ég held að við í borginni höfum við sýnt fram á það núna í gegnum tíðina og með þeim stefnum og þeim aðgerðum sem við höfum farið í að okkur mikil alvara með því. Og það hefur sérstaklega gengið vegna þess að við höfum svona öflugt og gott öldungaráð með fulltrúum frá hagsmunafélögum og samtökum úr öllum áttum sem að geta verið okkur til ráðgjafar, geta farið yfir stefnur sem að varða málefni aldraðs fólks og ég bara þakka ykkur öllum fyrir ykkar góða starf. En ég sjálf á ekki að vera með ávarp á þessu fundi, ég bara svona aðeins að stelast til þess að því ég fekk að stýra fundinum. Ég heiti sjálf Alexandra Brím, ég forseti borgarstjórnar og ég vona bara að við munum öll hafa gagn og gaman af þessum fundi í dag. En á þess að vera málalengja frekar þá bara býð ég velkomna í pontu formann öldungaráðs, Berglindi Eyjólfsdóttur, sem ætlar að opna fyrir okkur þennan góða fund. Gefið henni klapp. Takk. Þú átt að vera með svona klikker. Klikker? Hann undir. Já, finn ykkur takka þar. Ég vil bjóða ykkur velkomin á hana fund sem við erum búin að bíða eftir í ansi langan tíma. Það búið að vera sérkennilegt ástand og mér finnst mjög ánægjulegt að sjá framan í fólk, öðruvísi en tölvuskjá, því að það búið að vera þannig ástand undanfarna 18 mánuði og það liggur við að maður bara forðist að horfa í tölvun ef maður sé eitthvað ofboðslega skemmtilegt. En ég vil bara byrja á því að bjóða ykkur velkomin og ég ætla að hefja minn lestu hérna og eins og ég segi, forseti, staðgengill borgarstjóra, borgarfulltrúar, fulltrúar öldungaráðs og aðrir gestir. Eins og yfirskrift þessa fundar þar húsnæðismál eldra fólks í Reykjavík, hvar viljum við búa? Og ég vona að mér takist þetta, já. Hvar viljum við búa, við hvaða aðstæður og hvaða þjónustu þurfum við þegar við eldumst? Sama hvað svarið þá höfum við öll það sameiginlegt að þurfa að taka yfir höfuðið og búa við öryggi og halda reisn. Eins og ég sjáði hér í upplýsingum fengnum frá velferðarsviði Reykjavíkur sem sér húsnæðismál og þróun íbúa 67 ára eldri í Reykjavík, þá fer eldri borgurum fjölgandi en með auknum lífsgæðum getum við sem betur fyrir sagt og vonum að okkar kynslóð og komandi kynslóðir yngist með árunum. Eins og ég sagði áðan þá þurfum við að taka yfir höfuðið, en hvar býr eldra fólk í Reykjavík? Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, félagsmálaráðuneytið og Landssamband eldri borgara læti gera könnun á 4 ára fresti að fylgjast með þróun og högum á líðan aldraðra. Síðasta könnunin fór fram í nóvember 2020 til janúar 2021. Búsetuhægir hjá reykvískum þátttökendum í könnuninni voru skoðaðar og kom fram að 87% byggu í eigin húsnæði, 6% byggu í leiguhúsnæði, 3% á hjúkrunarheimili, 2% í þjónustuíbúð og vegum velferðarsviðs, 1% hjá börnum og 1% annars staðar. Þegar skoðað var nánar hvar þeir sem byggu í leiguhúsnæði leigðu íbúðir sínar kom í ljós að 35% leigðu á almennu markaði, 29% á vegum félagasamtaka, 18% í félagslegu húsnæði og 18% í annars konar leiguíbúð. Stefna Reykjavíkurborgar allir hafi öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði. Hvort sem að fólk þarfnast stuðning með sín húsnæðismálið ekki. Húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar nær þannig utan
húsnæðisþarfir allra borgarbúa, óháð eignaformi, stærð og gæðum húsnæðis. Það er stefna borgarinnar og borgarbúar, þar með talið eldra fólk, þurfi að geta eignast og eða leigt húsnæði eftir þörfum hverju sinni og að fjölbreytt framboð verði boðið í hverju hverfi. Að búa við öryggi er mikilvægt fyrir alla. Þarfir okkar breytast oft með árunum. Burtséð frá efnahag er mikilvægt fyrir okkur öll sem samfélag að allir hafi viðunandi húsnæði. Hvort sem ég kjósa í búi í eigin íbúð, leigja, búi í þjónustu íbúð eða á dvalarheimili. Á grundvelli húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar hefur á undanförnum ári verið unnið með samtökum og stofnunum sem vilja byggja íbúðir fyrir eldri borgara. Áætlun að byggja 450 íbúðir miðar við. 200 í samstarfi við Hrafnistu, Grund, Sóltún, Samtök aldraðra og leigufélag eldri borgara. Í byggingu eru 246 íbúðir fyrir eldri borgara sem er lokið. 120 íbúðir eru Já, 120 íbúðir á framkvæmdastigi, samtíð deiluskipulagi fyrir 162 íbúðir eldra fólks, alls hefur orðið aukning sem nemur 248 íbúðum að efra íbúðum árunum 2019 til 2021. Reykjavíkurborg hefur einnig beitt sig fyrir byggingu hjúkrunarheimila og fjölgun hjúkrunarrými í borginni, hvort tveggja er háð framlögum og samþykki ríkisins. Reykjavíkurborg gerir samning við ríkið byggingu nýs hjúkrunarheimilis með 99 rýmum sem opnað var við Sléttu við 25. Þann 28. febrúar síðastliðinn. Þann 25. maí 2021 undirritaði heilbrigðisráðherra borgarstjóri samningu byggingu hjúkrunarheimilis við Mosaveg í Grafarvogi fyrir allt að 144 íbúa, samhliða staðfestur ráðherra borgarstjóri og sameiginlega yfirlýsingu byggingu hjúkrunarheimilis fyrir allt að 200 íbúa á svæðinu við Ártúnshöfða. Unnið að skipulagningu svæðisins sem stefnt að hægt verði að hefja verklegar framkvæmdir við nýtt hjúkrunarheimili í Grafarvogi 2023. Samkvæmt 13. grein laga málefni aldraðra telst til öldrunarþjónustu sveitarfélaga að sjá til þess að til staðar eru þjónustuíbúðir aldraðra sem geta verið sjálfsegnar, leigu eða búsetuíbúðir. Jafnframt segir áður en að bygging þjónustuíbúða fyrir aldraða hefst bera að afla framkvæmdaleyfis hjá ráðherra og gildir það jafnt framkvæmdar á vegum sveitarfélaga og frjálsumarkaði. Ráðuneytið skal stýra hver ber ábyrgð á rekstri sameignar, sameiginlega þjónustu í húsnæðinu. Íbúðir skulu uppfylla vissa kröfur aðbúnað þjónustu, en þar skal vera öryggiskerfi, aðgangur að félagsstarfi og möguleika á fæði, þvotti og þrifum. Og íbúðir í þjónustu íbúðir greiða sjálfur fyrir þá þjónustu sem kjósa í samræmi við gjaldskrá og þjónustu íbúðir sem ætlað öldruðum og geta búið sjálfsagt og sama rétt og aðrir heimahjúkrun og félagslega heimaþjónustu. Samkvæmt lögum geta bæði sveitarfélög og einkaaðilar byggt þjónustuíbúðir og borið ábyrgð á rekstri sameignar og sameiginlegar þjónustu í húsnæðinu. Munurinn á þjónustuíbúðum sem Reykjavíkurborg rekur og öðrum í rekstri annarra aðila er sá að þær fyrrnefndu eru skilgreindar sem félagslegt húsnæði og er leiguverð því lægra en þeir einir sem uppfylla reglur félagsleg húsnæði eiga rétt á búsetu þar. Og eins og ég sjái hér að þá er miðað við að 30,3 fermetra íbúð væri á 74-76 á mánuði og stærsta íbúðin í 50,9 fermetrar er á 128.197 á mánuði. Aðrar íbúðir fyrir eldri borgara bjóðast víða á frjálsumarkaði. Oft eru þær byggðar í nágrenni við hjúkrunarheimili, félagsþjónustu eða þjónustumiðstöðvar eldri borgara. Aðstæði þessum íbúðum og þjónustu sem stendur íbúðin til boða getur verið mismunandi. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar skilgreinir gjarnan íbúðir fyrir eldri borgar út frá aðgengi og umfangi þeirra þjónustu sem íbúðin stendur til boða og er íbúðin skipt í 3 flokka. Og eins og ég sjá hérna þá er í fyrsta flokki íbúðir fyrir eldra fólk í fjölbýlishúsum sem einkaaðilar eða félagasamtök hafa byggt og oftast eru íbúðirnar í einkaeign eða til útleigu. Við byggingu og frágang íbúða hefur verið gætt
tryggt aðgengi á öryggismálum með lyftum, handriðum, breiðum göngum og öryggistúkum og gólfum. Íbúinn stendur til boða heimaþjónustu og heimahjúkrun sem veitt frá heimaþjónustu í hverfinu samkvæmt einstaklingsbundnu mati með sama hættu og aðrir íbúar Reykjavíkur. Í öðrum flokki eru almennar íbúðir fyrir eldra fólk í fjölbýlishúsum sem einkaaðilar eða félagasamtök hafa byggt. Íbúðirnar eru ýmist í einkaeign eða útleigu og það er það sama og það er gætt aðgengis- og öryggismála, innangengt í félags- og þjónustumiðstöð sem á aðstoða fyrir íbúa að sinna félagsstarfi. Sameiginlegur matur í hádegi er í boði og heimaþjónustu og heimahjúkrun er samkvæmt einstaklingsbundnu mati í hverfinu. Og í þriðja flokki eru sömu skilyrði og öðrum flokki nema við bætist að allar íbúðirnar eru að það er sameiginlegur matur í öll mál og íbúðir í þessum flokki eru allar þjónustu íbúðir. Í eigu félagsbúsata eða velferðarsviður Reykjavíkurborgar úthlutar í, einnig eru íbúðir í Eyrarhúsi og Eyrarborgum en heimaþjónustu veitt samkvæmt samningi við velferðarsvið. Í Reykjavík eru 2563 íbúðir skilgreindar sem íbúðir fyrir eldri borgara. Er að ræða almennar íbúðir, félagslegar íbúðir á vegum Reykjavíkurborgar, íbúðir í einkaeign eða í húsnæði sem félagasamtök hafa byggt. Á íbúðunum er ákvæði að kaupendur og eða leigjendur séu 50 ára eldri, 55 ára eldri, 60 ára eldri, 65 ára eldri. Hjá félagi eldri borgara og samtökum aldraðra er einnig skilyrt að fólk sé í félaginu eða meðlimir í samtökunum. Skilyrði fyrir félagslegum íbúðum er tilgreind í 5. kafla reglum Reykjavíkurborgar félagslegt leiguhúsnæði. En sem betur fer erum við ekki eins og kjósum mismunandi búsetu og ég er spennt að heyra frá næstu fyrirlesurum hvað þeir hafa fram að færa mismunandi búsetu hér í Reykjavík. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Næst myndi ég vilja bjóða í pontu Elmu Klöru Þórðardóttur, arkitekt, sem ætlar að fjalla aðeins marglaga öldrun, lífsgæði eldri borgara í blandaðri byggð. Gjörðu þið svo vel, Berglind. Nei, ekki Berglind, Elma, fyrirgefðu. Gefum henni klapp. Samt alveg gaman saman. Það er alveg gaman saman. Alltaf. Ok. Sæl öll sömul. Elma Klara Þórðardóttir heiti ég og ég er nýútskrifaður arkitekt frá RMIT eða Royal Melbourne Institute of Technology í Melbourne í Ástralíu og við lokaverkefni mitt í meistarnámi valdi ég að rannsaka búsetuúrræði aldraðra á Íslandi sem rannsóknarverkefni. Mér langar að kynna ykkur fyrir þeirri rannsóknarvinnu en ég hef haft mikinn áhuga á þessu viðfangsefni og þykir mér brýnt að skapa umræðu ásamt því að skoða nýjungar og þær lausnir sem mögulega hægt væri að setja í farveg. Á ég að ferða að ná mér. Er þetta mögulega að hækka bara í hátunurum? Ok. Mér langar að rannsaka hvernig góð hönnun og arkitektúr getur aðstoðað við að tækla þau helstu vandamál sem einmanaleiki og félagsleg útilokun hefur á aldraða í okkar nútíma samfélagi. Ég vildi skoða mikilvægi staðarhátta í tengslu við félagsleg rými og hvernig þau geta aðlagast að framtíð búsetuúrræða aldraðra með möguleika á blandaðri kynslóðabyggð og skoða heitið Aging in Place eða að eldast í stað og hvernig við getum útfært það á nýjan og betri hátt. Ég ætla að fá að taka ykkur með í þetta ferðalag og fara yfir rannsóknarvinnuna sem ég vann og svo að lokum skoða tillögu mína að samskonar byggingu eða svæði þar sem ég hannaði húsnæði fyrir aldraðra í blandaðri byggð. Nýjungar í læknisfræði hafa staðið að því að lífaldur fólks hefur hækkað. Samhliða því hefur þunglyndi aukist gífurlega og þá sérstaklega heimsfaraldrinum sem ríkir enn.
Einstaklinga sem skortir óformlegrar umönnunar og innsta tengslanets eins og til dæmis að hafa til staðar fjölskyldumeðlimi eða maka í sérstakum áhættuhópi á að upplifa einmanaleika. Könnun hjúskaparstöðu heimilisfólks frá Hagstofu Íslands árið 2012 við komu á hjúkrunarheimili sýnir að hátt hlutfall aldraðra kunna vera einstæðir. Eins erum við að sjá að barneignum hefur farið fækkandi, til má nefna að á Íslandi hefur tíðnin aldrei verið jafn lág en að meðaltali 1,7 barn á hverja konu á Íslandi. Flestir sem rannsaka tengslin á milli einmanaleika og helstu einstaklinga sem hafa séð áhrif huglægrar einsemdar og að búa einn auki töluvert líkurnar á félagslegri einangrun, sem getur síðar haft áhrif á heilsu bæði líkamlega og andlega og síðan stytt lífaldur fólks. Ef aldraðir eldast í umhverfi sem ekki búa aðlaða þeirra þörfum, getur það haft varandi áhrif og hamlandi afleiðingar á þeirra daglega líf. Þannig getur heimili orðið að fangelsi þar sem viðkomandi í óöruggu umhverfi, sem getur haft skaðleg áhrif og endanlega breyst í félagslega einangrun og síðan leitt í þunglyndi. Mannveran félagsvera sem þrífst í félagslegu umhverfi og stofnanir eiga til að draga sig úr samfélaginu. Þessar byggingar oft lokar almenningi eða staðsettar afsíðis. Svo hvað getum við gert til þess að tækla þetta vandamál og hvernig getum við aðstoðað þennan vaxandi hóp af fólki og sprauta þeim aftur inn í samfélagið? Með því að greina og skilja notandann og umhverfið í kring. Að skilgreina staðarháttinn og samfélagið með skilvirkum hætti. Bjóða þeim upp á tækifæri til að eldast í eigin umhverfi, síbreytilegu umhverfi, sem heldur áfram að þrífast og þróast með samfélaginu og þeirra nærumhverfi. Verkefni sem ég hannaði tekst á við þessar aðstæður þar sem ítarleg rannsóknargerð á staðnum að sameina nærliggjandi lóðamörk við samfélagið með því að tengja svæðið við aðrar stofnanir bæði í byggðu formi og verklagi, þar sem fjölbreyttir aldurshópar sækjast að. Ég vildi geta boðið fólki upp á að eldast í eigin umhverfi á þeirra eigin forsendum í stað annarra, að ráða eigin ferðalagi með greiðu aðgengi að þeirri þjónustu sem til þarf, sem stanslaust að aðlagast að staðarháttum og notandanum. Íslenskt landslag og erfiðir vetrar hafa leitt okkur til þess að þróa með okkur sérstaka byggingatækni, að steypa byggingum inn og ofan í hóla og hæðir til að verja húsin okkar og einangra og hita upp húsi með jarðvarma. Yfirleitt voru torfbæir einnig staðsettir nálægt hveri sem notuðust við böðun eða bara til afslöpunar, þar sem bæði formlegir og óformlegir fundir áttu sér stað. Það mætti því segja að böðun séu eins og óformleg félagsmiðstöð fyrir alla aldurshópa. Böðum heim allan hafa lengi verið notuð sem samkomustaður til félagslegar tengingar og komu ólíkrar menninga, staður fyrir óformlega fundi við mann og annan. Eins og til dæmis í Grikklandi þar sem almenningsheilsulindir, eða í Japan þar sem almenningsinnilaugar eru algeng afþreying, eða eins og sána í Rússlandi og Finnlandi sem stór partur af þeirra þjóðerni og hefðum í samfélaginu. Við lítum oft á böðin sem hálfgerða heilsulind til að nærast og hreyfa okkur, bæði andlega og líkamlega, til að slaka á eða koma saman og spjalla í pottinum. Sundi að því stór partur af okkar samfélagi, félagslega samfélagi fyrir alla aldurshópa. Því vildi ég rannsaka hvernig innlega mætti böð sem tengingu við samfélagið og nýja tegund af búsetu úrræði fyrir aldraða. Ég vildi nýta þetta félagslega fyrirbæri sem fólk á öllum aldri nýtir sér daglega hér á landi til þess að tengja okkur saman. En áður en ég hófst handa við að hanna verkefni mitt, þá fyrst þurfti ég að skoða aðrar stofnanir og greina hvaða byggingar gætu aðstoð með við að tengja íbúana við nærumhverfið. Sem dæmi þá skoðaði ég ýmis verkefni út allan heim og ég bar kennsl á þau atriði sem mér fannst mikilvægt að innleiða í mitt verkefni. Orði heimilslegt, kunnulegt efnisval, skipulag rýmana hafi kennileit sem taki vel á móti fólki. Að hreyfingu, hringlaga verklag svæðið sem heild sem ýtir undir líkamlegu hreyfingu íbúa og sjálfstæði þar sem gott flæði á milli svæða. Einrúm, að geta tileinkað sér rými eftir þörfum og spila inn á einsemdina og bjóða notandanum að rækta félagslega nálgun á eigin forsendum. Frelsi, að bjóða upp á örugt rými, án þess að loka fólk af frá umhverfinu, að innleiða notkun fyrir utan aðkomandi á öruggan máta.
Ég ákvað að líta hans út fyrir höfuðborgarsvæðið þegar ég valdi mér stað fyrir verkefnið, en ég valdi mér Hveragerði, þar sem ég geti nýtt mér þær heilsulindir sem nú þegar eru til staðar. Eins nokkur ára biðlist eftir húsnæði þar fyrir aldraða eins og á svo mörgum öðrum stöðum. Ég ákvað að staðsetja mig á miðpunkti Hveragerðis sem tengdist bæði núverandi byggð, grunnskóla, miðbæ og landbúnaðarháskólanum. Með beina tengingu í náttúrufegurð eins og varmá. Með því að staðsetja mig þarna sá ég möguleika á að tengja svæðið við mismunandi aldurshópa og nærliggjandi umhverfi. Ég dró einnig innblástur frá náttúrunni sem aðstoða mig að hanna skipulagi og byggingarnar á reitnum. Næst bjó ég mig til 4 skrefa hönnuna leiðavísi út frá heildarrannsóknarvinnu. Þessi 4 skref aðstoða mig við að leysa skipulag og heildarlausn á skilvirkan og skýran hátt. Núverandi nýting á svæðinu er almenningsgarður. Ég vildi halda garðinum en auka notunargildi þess með fleiri afþreyingum fyrir almenning. Einnig vildi ég halda svæðinu áfram sem mest grænu. Skref 1. Sameina, ekki aðskilja. Þyrpingar af fjölbreyttum og vandlega staðsettum byggingum til að mynda breytilegar afþreyingar út allan reitin sem kalla til mismunandi notkunar og ítundur óformlegra funda. Skref 2. Að finna hlutverk í stóra samhenginu. Að gefa garðinu nýtt hlutverk með því að ýkja landslagið til þess að tengjast nærliggjandi umhverfi og ýta þannig undir hreyfingu íbúa og auka aðgengi í gegnum svæðið. Gagnkvæmum ávinningi er náð með því að deila svæðinu með nærliggjandi skólum, bæði háskólanum hinum megin við ána og grunnskólanum hinum megin við götuna og þannig samnýta aðstöðu fyrir ýmsar afþreyingar. Skref 3. Auki sjálfstæði. Hér er mikilvægu skrefi náð í að brúa bilið á milli kynslóða og sameina þarfir þeirra á einum stað. Aðgengilegt hverfi fyrir gangandi vegfarendur með tengingu við nærliggjandi götur og stíga. Þétting byggðar sem eykur nágrannavörslu sem býr til auki öryggi fyrir bæði íbúa og þá sem eiga leið hjá. Aðgengi aldraðra hefur mikil áhrif á þeirra daglega líf sem spilar inn í sjálfstæði og almenna heilsu íbúanna. Með skipulagi og góðu aðgengi getur það auðvelda íbúum að komast á milli staða og bygginga sem hvetur fólk til líkamlegar hreyfingar. Skref 4. Innsæið sem leiðavísir. Með því að bjóða upp á margvíslegar aðstæður sem ýta undir samskipta á milli fólks með því að staðsetja almenningsbyggðasvæðið sem laða fólk að bæði nær og fjær. Svæðið hefur 3 lóðamörk og öll þau hafa mismunandi forsendur og eru þau leyst á mismunandi vegum. Til dæmis að brúa bilið yfir ána til að hafa greiðari tengingu við landbúnaðarháskólann. Beina umferðinni til og frá grunnskólanum með því að bæta við hringtorgi og þannig búa til greiðari tengingu og aukið öryggi á milli svæða. Með stækkun á leiksvæði grunnskólans yfir í almenningsgarðinn og síðan tengja núverandi göngustíg við gönguleiri gegnum hverfið og garðinn. Hver íbúaþyrping er samsett af fjölda starfsema, allt frá smíðaverkstæði sem deilir aðstöðu sinni með grunnskólanemendum og íbúðum fyrir nemendur í landbúnaðarháskólanum. Með því að bjóða upp á aukin tilefni fyrir íbúa til að rekast á hvort annað á förnum vegi, eykur það líkurnar á samskiptum dagsdaglega þar sem fólk á ólíkum aldurshópum sækja sér þá þjónustu sem staðsett er á svæðinu og eykur þá undir hreyfingu með einföldum og öruggum hætti. Í hverri íbúaþyrpingu eru alltaf 8 íbúðir sem skiptir upp á milli 2 svæða. 2 af þessum 8 íbúðum eru ætlaðar fyrir nemendur í landbúnaðarháskólanum. Hver íbúð er hönnuð með lítilli eldhúsaðstöðu, baðherbyggi og aðgengi að sameiginlegu baðrými sem er deilt með 3 öðrum íbúðum. Í hverri þyrpingu er síðan sameiginlegt þvottarými, stórt eldhús þar sem íbúar getur komið saman og eldað. En til þess að ýta undir sjálfstæði íbúa er skipulag af þyrpingunum að hluta til opin fyrir almenningi, þar sem íbúar geta stjórna því hversu mikið félagsleg þörfin þeirra er á hverju stundu. Þá hafa þau tök á að stjórna eigin ferðalagi og tækifæri til að draga sig til hliðar eftir þörfum. Allir aldurshópar hafa sömu grunnþörf, félagsþörf fyrir mannlegum samskiptum. Með því að blanda byggðinni og auka tengingu við samfélagið myndast ósjálfrátt óformleg umönnun, andlegur stuðningur og áþreifanleg aðstoð frá samfélaginu. Þegar komið er að nýja garðinum tekur á móti manni gulu bjarmi líkt og bjarmi sem skín frá Hveragerði.
Þú gengur niður rampinn eins og þú sett að labba ofan í jörðina með marglega moldarveggjum öðru hvoru megin við þig sem leiða þig inn í almenningsböðin. Verkefni einkennist af afgerandi áþreifanlegum og félagslegum umhverfisáhrifum, bæði sem heimili og sem félagsvist. Hverfi sem getur hugsanlega aukið sjálfstæði aldraðra. Hvorki eldri borgarar né börn vilja búa í óspennandi umhverfi. Þess vegna hef ég aðlagað bygginguna og skipulagið eftir þörfum en ekki öfugt, eftir þeirra þörfum. Skýr skil á milli rýma eftir starfsemi sem á sér stað. Með breytingu á lofthæð og eða efniskennd rýmana gefur til kynna breytingu á umhverfi sem leyfir notandanum að nota innsæðið sem leiðarvísi. Eftir því sem þú fer lengra inn í jörðina og þú nálgast hlýjuna við baðaðstöðuna við enda hverrar íbúðar, komast íbúar í meira næði til að geta sótt sér sitt eigið einrúm á þeirra forsendum. Með því að ýta undir félagsleg samskipti við aðra íbúa með vel höguðu skipulagi og heildarprógrami, þar sem allir aldurshópar hafa sömu grunnþarfir þegar kemur að félagslífi. Og áherslu á andlega og líkamlega heilsu allra sameiginlegum árangri náð. Hugtaki heimili á efri árum fólki mikilvægt. Það tengir okkur við nágranna okkar og gefur okkur líka tækifæri á að vera í ró og næði. Þátttaka og samstæði í samfélaginu því mikilvæg og þessi tegundar íbúabyggð krefst mikillar samstöðu og aukinni samvinnu sem samfélag. En saman getum við hjálpast að við að búa við betra samfélag alla tíð. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Elma. Næsta erindi það verður flutt af honum Árna Guðmundsinni, aðjúnkt í tómstunda- og félagsmálafræðum við Háskóla Íslands og ber það yfir fyrirsögnina Gaman saman eins og við sáum hér áðan. Vertu velkomin. Takk. Forseti borgarstjórnar, borgarstjóri, borgarfulltrúar, fulltrúar öldrunarráðs, aðrir góðir gestir. Ég ætla að láta flæða bara, ég semst í tómstunda- og félagsmálafræðinni og ég ætla að láta flæða bara svona út frá þeim forsendum. Sé að þessi fyrirlestrari í eðlisínu tómstunda- og félagsmálafræðingur, velkominn í samstarf þessar frábæru hugmyndir. Eitthvað sem ég skipti. Já, þú ert með átt að vera með Eitthvað taka og þetta bara svona. Það sem ég ætlaði að gera, ég ætlaði svona að fara í gegnum þetta út frá, horfa á þetta út frá tómstunda- og félagsmálafræðinni og ég ætla að byrja á því aðeins bara að velta fyrir okkur svona þjóðfélagsbreytingu sem við erum mitt inn í. Það er spurning hvernig vinnumarkaðurinn líti út í framtíðinni og við erum kannski að horfa á það að það verður minnkandi þörf fyrir vinnuafl og tæknibreytingar gera það verkum. Það verður alltaf sífellt færri hendur sem þurfa að búa til sömu verðmæti og frítíminn mun aukast og það er bara gott mál. Út frá því þá erum við að ræða í samfélaginu hækkandi að lækkandi eftirlaunaaldur og ég heyri það bara kringum mig. Ég kenni sem sagt kúrs sem heitir tómstundur og aldraðir í tónlistarfræðinni upp í Stakkalíð í Háskólanum og ef við fyrir að velta fyrir okkur umræðinni í samfélaginu þá fullt af fólki sem vill vinna áfram. Það er líka fullt af fólki sem vill bara hætta að vinna eins fljótt og það getur. Og ég hef verið að velta fyrir mér svona út af hvernig stendur að umræðan svona pólariseruð og þá held ég að sé þannig að Íslendingar, þeir eru dálítið sérstakir því leytinu til, þeir byggja margir hverju sjálfsmynd sína á því hvað ég gera. Jón Jónsson trésmiður, hann missir dálítið sjálfsmyndina þegar hann fara á eftirlaun og ég lenti þess að ég var formaður starfsmanna safnaðarbæjar í margar ár skeið og þá lenti ég oft í því að tala um fólk sem var að fara inn í ævikvöldið og þá var það þannig að margir voru svo helteknir af vinnunni og þýðingu hennar og mikilvægi að þeir vissi ekki hverju voru og þá var ég auðvitað sem tómstunda- og félagsmálafræðingur að ráðleggja fólki að koma sér upp einhver alveg áhugamáli og fara inn í ævikvöldi og sjá það sem einhvers konar góðan tíma sem hann og það auðvitað alveg klárt að viðhorfin kannski mótast af þessu. Þið kannski sá það ég til dæmis sem bassaleikari í upphafi og það ger ég bara ráðum hug vegna þess að þó ég sé alls konar hitt og þetta að þá sennilega bassin minn það besta áhugamál sem ég á og það tekur engin bassan af mér. Ég get verið bassaleikari 99 ára, ég sem sagt ekki starfsmaður Háskóla Íslands nema fram að ákveðnum tilteknum mörkum.
Nú, það alls konar bil í samfélaginu sem að spjallum, það sem sagt kynslóðabil, það ekki bara kynslóðabil, það bil í milli alls konar hópa og það líka bil milli þess, milli alls konar samfélagshópa sem byggir allt á einhvers konar þekkingar skorti eða mismunandi þekkingu á hugum hvers annara. Kynslóðabil mjög einfalt, ég get ekki nota allt sem ég lærði sem unglingur til að kenna æska dagsins dag, hún skilur ekki mína fortíð og ég skil ekki þetta og hitt og annars lít. Þetta allt saman einhvers konar gjár sem myndast, ekki bara kynslóðagjár, heldur milli hópa samfélagsins. Og það sem ég ætlaði þá að fara í aðeins núna það að ef maður kíkir á eldri borgara þá eru þau bara alls konar og maður getur ekki bara sagt bara eldri borgara punktur. Og það oft þessi skipting samfélagsins, hún byggir á einhverju svona sem hefur ekkert haldreipi, aldursbil. Þau segja manni ekkert mikið og þetta oft gildihlaðið og villandi og við getum sagt að velferð og vandi af ýmsum toga, hann ekkert bundinn einhverju sérstökum aldri og við getum sagt að áhyggjur af afkomu ekkert aldurstengdar. Við höfum fullt af ungu fólki sem áhyggjur því ekki fyrir húsnæði og annars slíkt. Við höfum líka aldraðir sem þeirri stöðu, við höfum líka fólk sem hefur það bara fínt óháð aldri. Og þess vegna getum við ekki sett aldra undir einn hatt og þess vegna get ég sagt ykkur að tómstund- og félagsmálafræðin, hún hefur alltaf nálganir þegar við erum að vinna með fólk. Og það þessi grunnhugtök sem við vinnum út frá, það sem sjálfsefling og valdefling, empowerment og virkþáttaka og þetta eru hugtök sem spyrja ekkert aldur. Þess vegna þegar við erum að vinna í þessum málaflokki, þá notum við kannski, ég ætla nú ekki að fara í þetta allt saman, þá notum við hérna svona til dæmis kallaði eins og Erik Eriksson og til hvers notum við hann? Jú, hann segir okkur í kenningu sínum 8 skil lífsins, hann segir okkur svona sirka bát hvað viðfangsefni hvers æviskeiðs. Ef við kíkjum til dæmis á 4. skeiðið, svona sirka 6-12 ára, þá skiljum við nákvæmlega út af hverju eru frístundaheimilin, af hverju eru þau að fást við alls konar iðjusemi og aksjón og annað slíkt. Og ef við kíkjum á 5. skeiðið, af hverju eru félagsmiðstöðvar alltaf í einhverju hópastarfi þar sem fólk að pæla í hinu og þessu. Og ef við tökum 7. og 8. skeiðið, skapandi versus stöðnun og sáttur versus örvænting, þá veitum við það þegar maður vinna með eldri borgara, þá eru þetta þau viðfangsefni sem eru þau mikilvæg. Þannig að þrátt fyrir að ég sé algjörlega á móti að flokka eftir einhvers konar aldurstæmi, þá ger ég mig jafnframt grein fyrir því að viðfangsefni tilraunir eru mismunandi. Og ef við kíkjum á þessi síðustu tímabil 7. til 8. skeið, þá eru það skeið sem eru bara að lengjast verulega mikið. Og við höfum auðvitað fullt af rannsóknum, ég verð að tala það því ég er háskólamaður, þá verð ég að koma aðeins inn á það, en öðru leyti þetta svona frjálsar hugleiðingar. Maður eins og Tonstam sem einn mesti öldrunarsérfræðingur samtímans, Svíi, hann hefur tekið svona 8.000 viðtöl við fólk æviskeið, ellina. Og hann segir bara svona gróft tekna saman í og segja bara aldur hefur í för með sig jákvæðar breytingar og hann að segja okkur að ævikvöldi sé bara gott tímabil. Það sé bara frjótt og gott tímabil og það viska og alls konar, það að fara í löngu máli við fjöllundóldum kenningar hans upp í skóla, en það að fara löngum orðum þetta, það ýmislegt sem kemur með háum aldri sem eru ákveðin verðmæti. Og ég sjálfur með grein í smíðum sem heitir 36 tómstæðisögur sem byggt á grunni 400 frásagna eldri borgara tómstæði sína og þar hafa stúdentar tekið viðtöl og við höfum verið að greina þetta og það kemur bara algjörlega fram að hafa áhugamál og tómstundir, það eru ómetanleg lífsgæði. Þið getið sjálf hugsað bara tilbaka þau áhugamál sem þið hafið, hvað þetta hefur verið raunverulega gefið ykkur hérna mikið og ég hugsa alltaf bassan vegna þess að þá sem hvað þetta eru stórkostleg verðmæti sem maður á algjörlega fyrir sjálfa sig. Það sem við höfum líka verið að velta dálítið mikið fyrir okkur þessi síðasti þriðjungur ævinar, það er að segja þegar menn tala þessi 3 æviskeið eins og margir tala núna, þá við að velta fyrir okkur og höfum aðeins verið að móta hugmyndir og ætlum að fara út í það fyrir en seinna, að það að fara út í ákveðna tómstundaráðgjöf, það er að segja gefa eldri borgurum kost á því að koma í sérstakt fyrirkomulag sem heitir tómstundaráðgjöf, þar sem fari í gegnum mál viðkomandi og komi upp einhverju plönum það hvernig hann ætlar hann eða hún ætlar að
fara inn í þau mál. Við getum ímyndað okkur líka að eiga kannski 25-30 ár sem áttu að horfa út í loftið. Þannig að það er ekki gott. En að þessu megin umræðefni, að þá erum við oft að tala þessi samfélag hérna 3 æviskeiða og þá getum við séð, ef við erum að tala sem sagt, búsetu, að þá getum við sett þetta í svona gróft, einhvers konar svona fyrirkomulag. Að mínum mati þá er það þannig að, og mín skoðun er alveg einlæglega svo, að fólk á auðvitað að vera í sjálfstæðri búsetu alveg eins langt og það getur, vegna þess að við vitum líka að fólk er að sinna áhugamálum og tómstundum þeir sem það hafa nánast að grafabakkunum og þeir sem trúa eitthvað eftir það, þá er það eftir það sennilega líka. En allavegna er það þannig að þess vegna er þetta auðvitað bara spurningu það að búa til einhvers konar aðstæður, eins og í þessu dæmi hér við sjáum að við getum ekki skilgreint þetta 3. æviskeið út frá þessu síðasta skeiði umönnun hjúkrun. Það var oft verið dálítið tendens í því og sérstaklega fyrra árum að þá var búið að sjúkdómsvæða ellina. Það var sem sagt búið sjúkdómsvæðan og fólk skilgreindi sig hérna út frá sem sagt veikindum fremur en að vera manneskjur. Langar til að minnast á einn félag minn sem fór nú því miður í vor, Gunnar Karl Haraldsson, sem var í hjólastól. Hann hérna, þegar maður kynntist honum þá hvarf hjólastólinn. Bara fór. Og ég fór að velta þessu fyrir mér, þá var það þannig að tilveran hans byggði ekki á því að þetta var ungum maður í hjólastól. Tilveran byggðist bara á ungum maður sem var hress og kátur, þannig að þegar maður kynntist honum, þá hverfur hjólastólinn. Þess vegna segi ég oft til dæmis að ævikvöldið er ekki bakverkir einhverja iðrakveisur og hjarta eitthvað. Það er alls konar og það eru þetta spurning að virka það og gera það virt og þess vegna held ég að maður geti virta algjörlega sem sagt eins lengi og vill og það er rosalega mikilvægt. Þess vegna langar mig að rúna þetta dálítið af með því að segja að búseta snýst ekkert aldurshópa, sko hún snýst bara það að allir hafi svona svipaða forsendur og bara lifa eins og viðkomandi geti kosið og sem betur fyrir sund byggingafyrirkomulagi á Stórhafnarsvæðinu þess eðlis að þar eru kynslóðir blandaðar og það á auðvitað bara að vera. Og auðvitað er það eina sem og það í raun og veru þannig að þetta á að vera sem sagt meginforsenda og ekkert eitthvað svona sérstakt. Ég held til dæmis þetta með að sita einhverja þjóðfélagshópa saman í eina þyrpingu, hvort sem það er fólk sem á einhvers svona erfiðleika stríða, hvort sem það er aldurstengt eitthvað, það er ekki gott vegna þess að við erum í eitt samfélagi sem er með svo mikið fjölbreytileika að við verðum að búa til einhvers konar samspil milli alls konar í samfélaginu. Við verðum að láta fólk sem er 25 ára hitta fólk sem er 85 ára og við megum ekki verið þessu samfélagi þarna gerdagsins sem gekk út af það að flokka allt saman eftir einhverju kerfi og loka inn okkur mismunandi þarna stofnunum eða setja mismunandi skúffur. Við verðum bara að byggja samfélag öðrum gildum með því og þessna ætla ég að ljúka þessu með því að verkefnið er bara að skipuleggja allt húsnæði og alla búsetu út frá þeim þörfum sem við þurfum að uppfylla og sjálfstæð búsetra eldri borgarins lengi og frekast undir auðvitað forgangsmál og það er eitthvað sem ábæður sjálfsagt. Og hérna ætla ég bara að enda. Takk ykkur fyrir kærlega. Þakka þér bara kærlega fyrir. Þetta var mjög áhugavert, Árni Guðmundsson. Ég ætla kannski að benda næstu mælendum á það að ef að þeim langar í vasklas eða eitthvað meðan þau eru í pontu þá er þetta að gefa mér merki og ég svona handlangaða til þeirra. Það fer ágætlega saman með fundarstjórnarhlutverkinu. En næst ætlum við að bjóða í pontu hana Margréti Ágústsdóttur, fulltrúa félags eldri feminista sem ætlar að segja okkur aðeins frá Baba Yaga systrahúsi. Gefum henni gott klapp. Ég myndi þykja vatn. Þetta er ónotað. Nei, það er hérna megin. Það er bara vinstri hægri. Já, ok. Komið sæl. Ég heiti Margrét Ágústsdóttir og samkvæmt skilgreiningar og aðferðina Árna hér á undan þá er ég þríþrauttakona
Ég æfi á keppi þríþraut og ætla að halda því áfram bara eins lengi og ég bara mögulega get. En ég hérna sem fulltrúi félags eldri feminista eða félagið feminista 60+. Félagið óstofnað, þannig að við erum ekki alveg komið fast nafn á það. En það var svona fyrir cirka ári síðan að við hittumst nokkra konur og vorum að ræða þessi mál hvað ætti að gerast með okkur þegar við erum eldri og okkur langaði að hafa einhver áhrif á það sjálfar. Og fóru svona að skoða hitt og þetta og þetta var niðurstaðan og það er okkur ómæld gleði að málið og verkefnið skuli vera komið hingað. Við erum afskaplega þakkláta fyrir það. En Baba Yaga, hver er það? Það er þekkt þjóðsagnapersóna í Austur-Evrópu og hún býr inn í skógi í húsi sem stendur á kjúklingafótum. Þetta er svona úr evrópskri goðafræði og hún var norn en í þá dag og í gegnum aldirnar þá hefur hann og loðað við að konur sem hafa hagað sér öðruvísi hafa verið kallaðar nornir og það er svo sem bara allt í lagi, við getum alveg verið það. Baba Yaga er líka svona náttúruafl, svona svolítið óútreiknanlegt og á þessum grunni hafa verið byggð svona systrahús hingað og þangað heiminn. Þetta er svona alþjóðleg hreyfing orðið, upprunnin í Frakklandi, fyrsta húsið var þar, byggt í París 1992 og það var franskur feministi sem að startaði því og síðan hafa slík hús verið byggð víða hinn vestræna heim. Og hugmyndafræðin er að eldri konur taki sig saman og byggi sitt sameiginlega hús til að fá að eldast saman innan eigin veggja með reisn og það sem áherslan er lögð á feminisma, gagnkvæma umönnun og sambærileg lífsviðhorf. Við virðum persónulega hagsmuni hverra annarra og einkalíf en skuldbindum okkur einnig til þess að veita hver annarri styrk á ævikvöldinu. Þetta er mjög nýstárlegt verkefni, að minnsta kosti hér á Íslandi, og gerir okkur kleift að lifa innan eigin veggja, umkringt okkar líkum, félögum sem hafa svipuð lífsgildi og við höfum sjálfar. Húsið verður sjálfbært, það er að segja við hugsum allan rekstur sjálfar, hvort sem við gerum eitthvað sjáum allt sjálfar eða kaupum utanaðkomandi þjónustu. Þetta miðast náttúrulega við líkamlega getu og svo verður þarna. Já. Ha. Þú ert kannski ekki á tilbaka frekar heldur en áfram. Þarna er þetta, já. Ok. Hvar var ég? Já, og þarna verður líka svona líkamleg umræða, það verður leikfimisalur, það sem verður með jóga og svona fáum einhverja fyrirlesara og einhverja svona gleði og skemmtun. Við komum allar úr kvenréttindahreyfingunni, við erum mjög svona femínískar konur, viljum svona sjá okkur sjálfar og ráða okkur sjálfar og stjórna okkar lífi. Tengjum okkur saman. Þetta er eitthvað skrítið. Nei, hann er þetta. Virðum einkalíf hvor annarri eins og áður var komið fram og hjálpum hver annarri að lifa og deyja með reisn. Þetta þýðir líka að við viljum taka þátt í nærsamfélaginu, í hverfinu okkar. Viljum vera þáttakendur í samfélaginu í kring, láta í ljós skoðanir okkar og taka þátt í félagslegu, pólitísku og menningarlegu lífi í hverfinu og borginni. Við leggjum áherslu á að vera vistvænar og verður allur rekstur hússins sérstaklega hannaður á því efni og
öllum svona lítið að vera á bílum. Það verður ekki bílakjallari undir húsinu til dæmis, heldur svona miðum við að því að vera með samnýtanlega rafmagnsbíl. Og þær sem að vilja vera á eigin bílum geta svo sem bara lagt eitthvað staðar annars staðar, eins og við gerum sem búum í miðbænum og erum ekki með bílakjallara. Já, þetta var það sem kom fram áðan að lengri lífslíkur leiða til fjölgun aldraðra íbúða. Ég eitthvað skrítið með þessar glærur. Jæja, en þetta svona aðeins kjarnasamfélagið. Og það verður algengar allan heim að fólk velji að ráða því sjálft hvernig það býr, að koma saman að búa saman, hvernig sem það form í einhverju svona kjarnasamfélagi. Hvort sem það út frá sameiginlegum áhugamálum eða lífsviðhorfum. Og Baba Yaga skilgreint út frá femínískum viðhorfum. Þetta hefur verið greint í Danmörku, dönsk samtök hafa gert greiningar á slíku búsetufyrirkomulegu aldraðra þar. Þar eru 8% eldri borgara sem nýta sér þetta búsetuform. Og gæði íbúða og gott algengi að verslunum og almenningssamtökum eru mikilvæg atriði fyrir ánægju íbúanna. Öldruðum að fjölga mjög mikið eins og framkom áðan og á Íslandi mun öldruðum fjölga mikið á næstu árum og verður fjórðungur þjóðarinnar samkvæmt gildandi spám. Mikil hætta á félagslegri einangrun og þunglyndi og eldra fólk oft einmana, tala nú ekki í svona ástandi eins og hefur verið undanfarið 1,5 ár, þar sem fólk hefur meira eða minna bara setið heima hjá sér aleitt. Það hefur farið illa með aldra fólk, sérstaklega. Baba Yaga fyrir fólk sem vil búa sjálfstætt og styðja hvert annað með félagsskap og stuðning. Við setjum okkur ákveðnar reglur, umgengnisreglur, reglur í húsinu og tökum þátt í nærsamfélaginu. Þetta fyrirkomulag hentar svo sem ekkert öllum en mjög góður valkostur við þau búsetuform sem fyrir eru þegar aldur færist yfir. Reiknað með þetta verði svona sirka pluss mínus eitthvað þetta verður svona sirka 23 litlar íbúðir. Sameignin á jarðhæð björt og með góðri lofthæð og gegnumbirtu, stóru gluggar á götu og opið opnalegt inn í garðinn. Gert ráð fyrir kaffihúsi eða einhverju slíku á jarðhæðinni sem gæti verið í almennu rekstri og yrði mjög gott fyrir nærsamfélagið, fyrir hverfið. Undum að hafa góðan bakgarð með sána og heitum potti og útisturtu og sólarsvæði, að rækta þarna ýmislegt í garðinum. Það verður lyfta og kjallari með geymslum og bara svona eins og fjölbýlishús þurfa að hafa. Hvað svo áframhaldið? Það góð spurning. Veitum við hvað varðum baka? Nei, var ekki notað nýjasta útgáfan sem sagt. Nei. Getum við séð hvort það hafi borist einhverjar aðra glærur? Gefum okkur bara nokkrar mínútur, það verður örugglega í lagi. Og meðan get ég bent á það að ég bara eiginlega öfundsjúk, mér finnst það hljóma æðislega. Þetta verður æðislegt. Já, nákvæmlega, ég bara... Ég ekki alveg búinn. Ég ekki alveg búinn, við gefum mér í smá stund með Við ætlum að fá að sjá svona einhverjar teikningar og myndir og svona. Mismunandi í glærunum. Það eitthvað aðeins að dunda sér hann með tæknimálin.
Já, tæknin stríður okkur stundum. Það sérstaklega vandræðilegt þegar það gerist á Píratafundum, en það gerist alveg stundum þar líka, sko. Já, satt fyrirgefðu, það er aldrei gerst. En já, við kannski fáum ykkur kaffi eða te á meðan við finnum út úr þessu. Ég ætla ekki að taka formlegt fundar hér, en ég svona óformlega þá er ég að gefa aðeins meiri tíma í þennan fyrirlestur. Já, viljum þetta. Já, við séum það svartara. Já, nákvæmlega. Já. Við tökum spurningar í lokin. Þá verða allir frumalendur komnir inn upp í pallborð og þá verður boðið upp á spurningar bæði af netinu og úr salnum. Svona meðan við býðum þá get ég kannski tekið að fram að þetta er svo sem eitthvað sem allir geta tekið sér saman að gera, allir hópar sameinast að finna einhver svona, hvernig viljum við viljum búa svona, finna sér svo byggingaraðila og fara bara á stað. Það er það sem við gerðum. Ok. Þá höldum við fundi áfram, gjörðu svo vel. En þarna eru teikningar og bendillinn er hvar? Það ætti að vera hluti af þessu. Ég þekki ekki alveg það. Er það þessi hérna? Já. Heldur inn í þessu rauða hérna. Akkurat. Já. Þetta er sem sagt hornhúsið á horninu á Bræðraborgarstíg og Vesturgötu. Þessar teikningar eru ekki endanlegar. Það er ennþá verið að máta og finna út hvað fellur best af umhverfinu og hvernig hönnun er best að hafa til þess að niðurstaðan verði sem best, bæði fyrir íbúa og fyrir hverfið. Þetta er sem sagt hornið á Bræðraborgarstíg og Vesturgötu, séð frá Vesturgötunni hérna og hérna upp er Bræðraborgarstígurinn. Þetta er sama hús, séð að aftan. Þetta eru gömlu húsin, ekki? Já. Svo er hérna, þetta er Bræðraborgarstígur, jú. Og þetta er svo gamla húsið sem er á Bræðraborgarstíg 3 af framan og aftan. Og svo, þetta var tillaga 1 sem var gerð. Henni hefur verið breytt talsvert. Svo séum við hérna garður, Bræðraborgarstígur, Vesturgata. Tillaga 1 er þetta, hérna sjáum við húsmassan eiginlega, hérna séð ofan í garðinn, hérna er hornið Bræðraborgarstígur, Vesturgata. Síðan kemur tillaga 2 og þá er gamla húsið sem er friðað að ég held á Bræðraborgarstíg 3, þá er það komið hingað, en þetta er heldur ekki endaleg tillaga, en hérna er aðalega sýnt hvernig skipulag á jarðhæðin mun svona sirka vera hérna til dæmis á horninu, hér er Vesturgata og hérna er Bræðraborgarstígur og hér myndi vera svona svæði fyrir hverfið, nærumhverfið, þetta er kaffihús og hér geti þess vegna verið einhver aðili, utanaðkomandi aðili sem myndi reka kaffihús og verslun eða eitthvað í þeim dúr. Tillaga 2 er, sem sagt, þetta er innan úr garðinum. Ég held að það sé nú horfið frá þessu. Tillaga 3 séð frá Bræðraborgarstíg. Þetta verður ekki endalegt heldur. Hér var gagnrýnt að gluggarnir væru of stórir og þá verður hönnunin önnur. Hér er gróðurhús, voða fínt. Og þetta er tillaga 3 séð innan úr garðinum, hérna er gróðurhúsið og hér er niður í garðinu, hérna yrði svona heitur pottur og sána og eitthvað svona fyrir í.
og íbúðarnar svo hérna. Svo tillaga 4, þetta mjög hrátt ennþá, séð frá Vesturgötunni og þá búið að flytja þetta gamla hús hérna sem nú stendur á Bræðrabrautstíg 3, þá búið að flytja það hingað á Vesturgötuna til þess að sem sagt, götumyndin yrði heillegri miðað við þær byggingar sem nú þegar eru á Vesturgötu. Og húsið sem var hornhúsið hann í tillögu 1, það komið hingað. Aðalhúsið þá komið hingað á Bræðrabrautstíginn, þar sem að númer 3 var. En þetta eru sem sagt bara tillögur og ekki endalegt, en þá verið að vinna með. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Margrét Ágústsdóttir. Næst býð ég velkomin í pontu. Það verður Runólfur Ágústsson, verkefna- og þróunarstjóri hjá Þorpið Vistfélag og fyrirsögnin á þessum fyrirlestri verður nýjar þarfir, nýjar hugmyndir, ný búsetuúrræði. Gefum honum gott klapp. Komið sæl. Ég heiti Runólfur Ágústsson og eins og kom fram frá Þorpinu Vistfélagi. Einhvers staðar á að vera hér þessi græja. Og það bara þetta. Yes. Við erum félag sem komið hér inn á húsnæðismarkað í Reykjavík á undanförnum 2-3 árum. Við erum félag sem skilgreinir sig sem eins konar í fasteigna þróun og uppbyggingu, en erum ekki dæmigert félag að því leyti að við nálgumst okkar viðfangsefni út frá samfélagslegum vinklum. Við erum ekki að kaupa eða byggja eða selja random íbúðir bist og bast, heldur erum við að þróa samfélag fólks. Og það okkar nálgun á þennan markað. Við leggjum áherslu á samfélag fólks, þar sem við horfum á samvinnu, deilulausnir og samstarf sem auðvitað partur af því að vera hluti af samfélagi. Og síðan erum við með sterka áherslu á umhverfismál. Nú, við erum með 2 verkefni í gangi núna. Annað uppbygging á 140 íbúðum upp í Gufunesi í samstarfi við Reykjavíkurborg undir verkefninu Ungt fólk og fyrstu kaupendur og hagkvæmt húsnæði. Og hins vegar erum við að byggja Baba Yaga hús vestur á Bræðrabrautstíg sem Magga var að kynna þetta rétt áðan. Mér langar aðeins að byrja á því að fara aðeins yfir fasteignamarkaðinn og þörfina fyrir húsnæði í Reykjavík. Og þörfin fyrir húsnæði ræðst af íbúum. Hér sjáum við yfirlit yfir aldursdreifingu íbúa í Reykjavík, þar sem að hver súla táknar hvert ár frá 0 og upp í 100 ára lífaldur. Og það 2 hér sem ég langar fyrst til þess að byrja á að vekja athygli á, og það það að aldur borgarbúa í sjálfum sér mjög stöðugur frá fæðingu og fram til 60 ára aldurs í dag. Með fyrir undantekningu að fólk 30 mjög fjölmennt. Fyrstu kaupendamarkaðurinn, hvar finn ég hérna bendilinn? Það rauð, það hérna með rauð. Já, ok. Heldur hann vinni? Já, við sjáum hér, við sjáum hér, þessi hópur hér gríðarlega stór, nánast 2-falt á við meðaltalið. Og ég fann kannski aðeins að byrja að vekja athygli á þessu, þó við séum að tala hér allt annan hluta af fasteignamarkaðunum eða íbúðaþörfinni. Og það vegna þess að íbúðaþörfin, hún línuleg. Hún endurspeglar ákveðið ferli í aldri fólks. Þar sem að fólk kemur út á íbúðamarkaðinn, milli 20 og 30, jafnvel aðeins eldra, að koma þó úr stúdentagörðum eða heimahúsum, kaupir sitt fyrsta húsnæði og að undanförnum þá 30% af öllum nýjum kaupsamningum verið drifið áfram af fyrstu kaupendum. Síðan stækkar fólk við sig, það eignast börnin eldast, það þarf meira pláss, þannig að það fyrir þá úr þessum smáu íbúðum sem fólk yfirleitt að kaupa fyrst og yfir í stærri íbúðir. Síðan þegar börnin flutt að heiman,
þá fyrir fólk að minnka við sig aftur. Það vil gafnir 50 pluss eða 60 pluss losna við garðin og flytja í fjölbýli og svo framvegis. Og þetta ákveðið ferli og ef að kerfið á að virka, þá þurfa að vera til nægt framboð af íbúðum fyrir alla þessa hópa. Ef það myndast eitthvað stað flöskuháls, þá stíflast kerfið. Þannig að þessi risastóri hópur frá 25 til 35 ára, af hverju er hann svona stóri Reykjavík? Það eru kannski 3 skýringar á því. Í fyrsta lagi þá voru þessir hópar tiltölulega stórir bara sem fæðingarhópar, sem skýrum ekki mjög lítil hlut af þessu. Í öðru lagi þá er alltaf ákveðið innstreymi af ungu fólki til borgarinnar. Almennt séð vill ungt fólk á höfuðborgarsvæðinu mjög margt búa miðsvæðis og flytur þá miðsvæðis og er það kannski, við sjáum þar herra hlutfall af ungu fólki í Reykjavík heldur en í nágrannasveitarfélögunum. Og þriðja skýringin er sú að sá stóri hópur af innflytjendum sem að koma inn á íslenska vinnumarkað er mjög mikið fólk á aldrinum 25 til 35 ára og bætist við þennan hóp og þörfina. En ég ætla ekki að dvelja við þennan hóp, en vildi sýna ykkur þetta bara í samhenginu. En það er þessi hópur, 40 til 60 ára, sem við erum að horfa á og hvað gerist með þennan hóp og þessa mynd næstu 10 árin. Þessi hópur, hann er mjög fjölmennur. Meðalaldur Íslendinga hins vegar, meðallífaldur er það 83 ár, sem Örinn bendir á. Sá hópur er mjög fámennur í dag. En við getum sagt að þessi stóri hópur, 40 til 60 ára, hann munir á næstu 10 árum hliðrast til. Og fjölgunin á 60 pluss, þeir sem eru 50 pluss í dag verða 60 pluss eftir 10 ár, fjölgunin á þessum hópi er gríðarleg. Og umræður búsetuúrræði aldraðra og þessa aldursþróun í samfélaginu eru mjög mikið drifin af lokapunktunum, af þörfinni fyrir hjúkrunarheimili og öldruðum sem eru fastir inn á spítölum af því þau komast ekki á hjúkrunarheimili og við höfum fundið það fallega orð fráflæðisvandi að raunverulega hefum við kannski vanrækt þá umræðu, hvernig ætlum við að skapa húsnæði fyrir 60 pluss svo að þeir komist út af almenna markaði inn á íbúðir sem henta þeim aldrei betur. Við getum sagt sem sé að þetta sé kannski niðurstaðan. Í dag er það þannig að það eru 7.000 manns sem eru á aldrinum 80 til 90 ára á höfuðborgarsvæðinu. Það eru 10.000 fleiri á bilinu 70 til 80 og það eru 21.000 á bilinu 60 til 70 en 30.000 á bilinu 50 til 60 ára. Og þróunin hér er algjörlega fyrir séð. Öldrunin er algjörlega fyrir séð. Við höldum þessum háa meðalaldri sem fer hækkandi og þessum gríðarlega stóru árgöngum sem að komast inn á efri ár og komast í þörf fyrir breytt húsnæði. Og þetta er gríðarlega stórt verkefni og kannski það sem mig langar að tala hér á næstu 10 árum eru árlega að bætast 1000 manns við hópin 60 pluss á höfuðborgarsvæðinu. Og það er þessi hópur sem þarf að sinna. Og við þurfum að byggja að lágmarki líklega 5.000 íbúðir á næstu 10 árum fyrir 50 pluss á höfuðborgarsvæðinu. Þar þurfum við á nýjum hugmyndum að halda líka. Það er mikið að gerast í kringum okkur. Við vorum hér að tala kjarnasamfélagslausnir áðan. Við erum að tala aldursblöndun eins og Árni var að tala og við erum að tala grænan lífstíl. Mér langar aðeins að fara yfir þessa glæru sem rataður inn í sjóið hjá Möggu áðan. En það er þannig, og það er að vera algengara út allan heim, að á ákveðnu aldurskeiði þá velji fólk að búa saman með sér líkum. Þar sem fólk hefur stuðning hvort og öðru. Og þetta í Danmörku þá erum 8% af eldri borgurum sem búa í kjarnasamfélögum og rannsóknir sýna að almennt séð er þeir einstaklingar sáttari við sína tilveru heldur en meðaltalið af jafnöldrum þeirra. Og þeir upplifa minni einmanaleika, meiri samkennd og lifa almennt séð betra lífi. Það hugmyndir sem við erum að vinna að fyrir utan Baba Yaga, þar sem við erum að þróa lausnir fyrir fólk, fyrir eldri konur sem eiga feminisma
og ákveðin lífsviðhorf og gildi sameiginleg, þá höfum við líka verið beðin að skoða svokallaða regnbogaðhús, þar sem eldri hommar að skoða sambærilegan kost. Við erum líka að skoða ýmsar svona grænar nálganir, þar sem að fólk sem hefur áhuga á umhverfismálum vill búa saman, hvort sem það í fjölbýli eða kannski aðeins fyrir utan mesta þéttbýlið, þar sem fólk getur sameinast græn ræktunarsvæði, sameiginleg gróðurhús og slíka hluti. Upp í Gufunesi þá bjóðum við upp á ræktunargarða með íbúðum fyrir unga fólkið og reynslan sýnir 70% íbúa þiggja slíkt og nýta sér það. Við erum líka að horfa á ýmiss konar sambýli fyrir listafólk og fyrir frumkvöðla, þar sem fólk getur sameinað atvinnu sína og búsetu. Við erum að vinna með kjarnarsamfélagi Reykjavíkur á svokallaðri C40 lóð upp í Gufunesi sem sést þetta neðst til vinstri, þar sem við erum að pröfa svona að máta og þróa íbúðalausnir svona undir það sem heitir co-living á ensku, þar sem að svona fólk býr saman og deilir miklu sameiginlegu rými, svona svipað hugmyndafræði og Baba Yaga bara fyrir yngra fólk. Þetta getur alveg eins snúist sameiginlega áhugamál, að golf áhuga fólk taki sér saman og byggja sér hús við golfvöll, eða hestafólk taki sér saman og byggja hús og hesthús. Og í sjálfu sér allt sem bara sameinar fólk sitt nær samfélag, þar sem fólk hefur stuðning hvort og öðru. En það eru líka aðrar leiðir sem við erum að skoða. Upp í Gufunesi fundum við fyrir því að þar erum við búin að selja 140 íbúðir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Við fengum milli 400 og 500 umsóknir til að draga milli umsækjenda. En það voru 4 íbúðir í fyrsta áfanga, sem voru 4 herbergja stórar, þær stærstu íbúðir sem ekki gengu út, og við auglýstum út úr pakkanum. Þær voru seldar til foreldra ungs fólks sem var búið að kaupa íbúðir í hverfinu. Og hvað segir þetta okkur? Þetta segir okkur það að aldurshóparnir eiga samleið. Afinn og amman að kaupa íbúð með aðgengi að barnabörnunum í huga. Pabbinn og mamman að kaupa íbúð með aðgengi að pössun í huga. Þarna erum við í vissum leyti að hverfa aftur til svona stórs fjölskyldu hugsunarháttar. Og við erum núna að þróa konsept sem við erum að vonast til að geti orðið byggt upp í Ártúnshöfða, þar sem við erum að horfa bara svona aldursturn, þar sem við seljum bara 2 íbúðir, svona fjölskyldu íbúðir í einhverjum klössum. Ekki vildi ekki endilega búið við hliðin pabba mömmu, en það var notalegt að hafa það kannski í jarðhæðinni eða í næsta húsi. Verkefni framundan sem sé að byggja húsnæði fyrir eldra fólk, 60+, sem annar breyttum þörfum, tekur mið af nýjum viðhorfum og nýjum veruleika. Við viljum í þorpinu taka þátt í þessu samfélagslega mikilvæga verkefni og við erum núna að leita að og í viðræðum við samstarfsaðila og fjárfesta og viljum auðvitað fá samtal við borgina nálgun á verkefnið. En okkar markmið, okkar félags á næstu árum, þessu 5 árum, að byggja á höfuðborgarsvæðinu 500 fjölbreytilegar íbúðir fyrir eldri hópa borgarbúa út frá samfélagslegum þörfum, umhverfis og íbúa, þar sem við leiðum saman kaupendur eða notendur íbúðana og fjárfesta sem vilja fjárfesta í þessu verkefni. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Runólfur. Næsta fyrirlestur munum við heyra frá Margréti S. Pálsdóttur. Hún ætlar að fjalla fyrirlesturinn Efri árin í sambýli. Gjörðu svo vel. Heyrðu, já, svo græjan hana. Já, ég ekki, hún getur þarna mögulegur Runólfur með hana. Undir. Hún gerð undir. Og hvernig á að stýra þessu? Þú ert með hana vinstri og hægri hnapp og svo er þarna takki með svona rauðu striki eða þú vilt heldur hann inni og vilt á bendilinn. Já, takk. Þú gerir glasið þitt og þú kannski bara annarkvort segir mér til eða réttur út hendina ef þú vilt fá það hjá mér. Þá fyrst og sopa. Takk. Komið sæl. Ég heiti Margrét Pálsdóttir og ætla að skilgreina mig sem fjallgöngukonu því að það er mitt aðal áhugamál og tekur mestan tíma í mínu lífi.
Já, fyrir 7 árum keypti ég íbúð að Sléttuvegi 11 í húsi Samtaka aldraðra, eða byggingarsamvinnufélags aldraðra. Ég var hætt að vinna og hafði búið í fjölsbýlishús í 25 ár, þar sem framan af bjó einungis fullorðið fólk. En smá saman fylltist húsið af ungu fólki með börn með eðlilega miklu meiri hávaða og umsvifum, sem að, já, ég er ekki alveg viss með þessar blönduðu búsetu. En já, svo ég ákvað ég vildi bara fara í meiri rólegheit og þarna var ég á 3. hæð án lyftu og þótt ég gangi enn á fjöll hugsaði ég með mér að nú ætlaði ég að flytja í rólegheit og hús með lyftu upp á seinni tíma. Og hérna er blokkin sem er alveg einstaklega vel skemmtilega hönnuð. Til dæmis er einn svo stór kostur við að geymslurnar eru við hliðina á íbúðinni, þannig að maður notar hana eins og auka herbergi og það er ekki að hlaupa niður í kjallara eftir hlutunum, heldur bara í næstu hurð. Það er mikil munur að hafa þetta svona. Og svo líka er innanverðu eins og utanverðu, þetta kemur svona í stöllum, þannig að þegar maður stendur við sína dyr þá er maður alveg í prívatrými, maður er ekki í löngum gangi þar sem það er bara hver og einn við sinn inngang. Og af því þetta er svona í stöllum þá fær maður svo mikla birtu, það kemur bæði sunnan og vestan, birtur í stofunar. Og býtum við, svo er þetta hérna skipulagi, þetta eru 36 litlar íbúðir og 8 þriggjaherbergja og 8 fjögurraherbergja. Og svo að ógleymdum salnum sem eru 100 fermetrar. Og það eru margir, býtum við næsta glæra, það eru margir góðir kostir við að búa þarna, eins og áður er nefnt rólegheit og svo er félagsmiðstöðinni sem við höfum haft á 1. hæð fyrir að þakka að það er mikið félagslíf í húsinu. Þar er vettvangur fyrir fólk að hittast, borða saman í hádegi eða vill, fá sér kaffi, hittast með handavinnu, spila félagsvist í leikfimi og dans, hafa sviðaveislu, jólakaffi, þorrablót, sumargrill og í gær vorum við í ferðalagi saman austur í sveitir sem var mjög vel lukkað. Og þá vil ég nú eiginlega vitna í hérna líka sem formaður öldrunarráðs sagði að markmið ætti að vera að væri aðgangur að félagsstarfi innangengt. Kem að því á eftir aðeins. Já, og ég ætla að halda hérna aðeins áfram. Við. Já, það er hérna er sýnt aldursskiptingin á okkur og þetta er náttúrulega ansi hár meðalaldur, 82,4 ár. Ein manneskja þarna undir 60, hún er maki og fékk að fæ að búa þann út af það. Og svo er skiptingin svona að það eru einstaklingar, eru 38 sem að hinir hafa náttúrulega félagsskap af maka, þessi eru 12 hjón. Nokkra manneskjur, 5 manneskjur eru orðnar það komnar þannig að þær eru að fara í dagvistun á daginn og er ekki þarna. Og einhverjar komnar í lengri dagvistun og kannski kom ekki endilega aftur í húsið. En borgin hefur nú hætt rekstri félagsmiðstöðvar í húsinu. Hún á salinn og hefur sett hann á sölulista. Yfirgnæfandi meirihluti íbúðareigenda vill að húsfélagi kaupi salinn en ekki næst tilskilið samþykki allra. Og þá ætlaði ég að koma að þessu sem er svo mikið atriði og er svo stórt atriði í okkar blokk sem maður myndi alveg missa punktinn bara ef þetta heldur ekki svona áfram. Það er til dæmis þetta sem formaður öldrunarráðs nefndi að það ætti að vera innangengt í félagsstarf í
eigin umhverfi, í eigin húsi. Og svo talaði líka, Árni Guðmundsson talaði æskileg væri sjálfstæð búseta eins lengi hægt væri og það stuðlar mikið að því að fólk getur verið lengi í húsinu eða hefur einhverja aðstöðu til þess að rölta og fá sér kaffi, hitta fólk staðinn fyrir, ef það er ekki þá er það kannski bara inn í sinni íbúð allan daginn og fer ekki neitt og hrörnar þannig að það þarf bara að fara á hjúkrunarstofnun, þannig að það er miklu ódýrara til lengdar að veita þessari þjónustu og gera þetta mögulegt. Og eins og Elma nefndi með veðurfar og landslag, nú er okkur sagt að fólki geti farið niður í nýju miðstöðina niður í Laugardal sem að húsinu sem DAS reistu og Reykjavíkurborg rekur, en það getur það bara ekki neitt því að það er hérna, hvað er nú hérna með hjólastól, nei ekki hjólastóla, þetta er göngugrindur. Man ekki hvað það var. Fór ég yfir það? Klæður þar virðast vera búnar allt því sem var sent inn. Getur verið að við þurfum að fara tilbaka í klæðunum? Já, býtu við, aðeins ekki á. Ok. Aðeins fram. Einn í viðbót. Já, þarna kom það. Já, þið sjá það eru 23 með göngugrind og þú ferð ekkert í svelli eða ófærð niður í dalinn frá okkur og þaðan að síður upp aftur. Og já, þannig að það svona rök fyrir því. En hvað ætla nú að segja fleira? Já, ég var að klára þetta hérna. Já, húsfélagið hefur kostað reksturinn áfram en hefur ekki efni á að greiða þá leigu sem þjónustumiðstöðin greiddi. Þjónustumiðstöð Reykjavíkur greiddi Reykjavíkurborg. Og ef salurinn fer til óskyldra nota blasir við að mötuneytið og öll félagsstarfsemi leggjast niður, íbúðir einangrast, þurfa aukna aðstoð borgaranna í daglegum þörfum og bara allt ómögulegt við það. Takk fyrir. Þakka þér kærlega fyrir þennan ágæta fyrirlestur. Næst myndi ég vilja bjóða í pontu Dag B. Eggertsson borgarstjóra, en við þurftum að fresta erindinu aðeins aftar á dagskrána, þar að segja ef hann er tilbúinn. Gefum honum klapp líka. Takk Alexandra og virkilega gaman að vera með ykkur. Ég bið ykkur afsökunar að hafa þurft að hafa endurskipti á dagskráni, en það tengdi sannarlega húsnæðismálum. Við vorum að afhenda 500.000 íbúðina til leigjenda hjá Bjargi. Á 2 árum hafa verið byggðar og afhendar á 2 árum 500 íbúðir fyrir tekjulága Reykvíkinga. Sama tíma höfum við séð biðlista eftir félagslegu húsnæði meir en helmingast hjá borginni og það eru meir en 500 aðrar á vegum Bjargs þegar í byggingu, þannig að þetta gengur gríðarlega hratt þegar við setjum stefnuna á eitthvað. Ég vissi ég væri svolítið að svíkja ykkur að vera ekki í upphafinu og ég bið ykkur bara aftur afsökunar á því, en húsnæðismálin standa mér þannig nærri hjarta að mér fannst ég ekki geta verið annar staðar en þarna þegar Hafdís fekk þetta afhent. Pabbi er ekki gamall maður, hann er 70, en þegar hann var strákur þá þurfti fjölskyldan að flytja í Mosfellsdal í sumarbústað vegna húsnæðiseklunar í borgin og þar voru þau reyndar í góðu yfirlæti á innan við 30 fermetrum í 2 vetur. Amma þurfti að hætta vinna sem hjúkrunarkona, afi var á sjó, en svona var bara staðan. Afi í hinættina var vissulega læknir á Siglufirði, en þegar fjölskyldan kom í bæinn að þá var samt ekkert húsnæði þó að hann hafi ekki verið lágtekjumaður. Hann að vísu að það prinsippa að rukka aldrei sjúklinga, að þeim var svo hrikalega vinstrisinnaður. Þannig að kannski var ekki mikið á milli handana, það var bara þessi
þessi húsnæðisekla. Ég að draga upp þessa mynd vegna þess að við verðum að átta okkur á því hvar við erum stödd. Það rosalega rómantískt að hugsa sér íbúð þar sem allar fjölskyldur eru saman og þannig var það í þeirri fjölskyldu, þar að segja á Steingrími Fisksala, bróður ömmu, því að fjölskylda mömmu flutti inn með 5 börn í 1,5 herbergi hjá Lilju systur ömmu á Bárugötunni í hálft ár. Gerður frænka fæddist í einu herberginu þar, en varð síðan að flytja út til Steingríms ömmu bróður minns, sem var sjálfur með 11 manna fjölskyldu með konu sinni og foreldra ömmu Jónu og Steingríms. Það sem svo merkilegt við þá sögu reyndar að fyrstu drykkjumennirnir sem fengu skjólshúsi á Samhjálp fengu það skjólshús í sama bílskur hjá Steingrími ömmubróður. Ég veit ekki hvort að þetta sé ástæðan fyrir því að ég hef alltaf brunnið fyrir húsnæðismálum, en mér finnst að vera ein frumskylda borgarinnar að vinna í því, ekki ein, heldur með þeim sem vilja byggja yfir fólk og veita öruggt skjól. Og það mesti galdurinn. Ég algjörlega sammála þeirri mynd sem að Runólfur var að draga hérna upp varðandi aldursdreifinguna, að við vitum það á höfuðborgarsvæðinu mun bætast við 70.000 manns frá 2015 til 2040 og lang stærsti hluti þess hóps yfir 60 ára. Lang stærstur hluti þess hóps. Þannig að þegar hann segir það þarf að byggja 5.000 íbúðir fyrir eldra fólk á næstu 10 árum, þá það ekki ofmat, það líklega vanmátt. Þetta gæti verið 2-falt hærri tala. En stóra talan sem ræður samt mestu húsnæðisþörfina ekki þessi aldurspíramídi merkilegt nokk. Heldur hvað við búum mörg í hverri íbúð. Það engin 5 manna fjölskylda sem til í að flytja inn á aðra 11 manna fjölskylda og vera með 2 af og ömmu í sömu íbúð í dag. Við vorum reyndar 2,2 í hverju íbúð, urðum 2,4 eftir hrun og það enn í dag, en breytingum 0,1 í þessu fjölgar íbúðunum sem við þurfum að framleiða mörg hundruð. Eitt og sér, og ef við þróumst eins og borgir allt í kring og í Evrópu, að þá munum við fækka þeim sem búa í hverri íbúð. Það breytir því ekki að við þurfum að ávarpa hluti eins og einmannaleika og annað slíkt, en það á kannski að hreyfa við hugmyndum okkar hvernig við viljum búa. Og þess vegna finnst mér svo spennandi svona hugmyndir eins og hjá Baba Yaga, og í raun framtíðarsýnin sem við settum fram fyrir nokkrum árum með 9 Reykjavíkurhúsin, þar sem við færum aktíft í það að þróa ný búsetuform. Enginn tók svona sterkar á þessu en stúdentar sem að hafa verið að horfa á tölur aukna vanlíðan meðal ungs fólks og byggðu þessuna algjörlega nýja tegund af stúdendaíbúðum í mjög stórum stíl út í Vatnsmýri, þar sem að 8 stúdíóíbúðir saminast 1 eldhús. Það búsetuform til dæmis fyrir fleiri aldurshópa? Þau allavega gefa því alveg gríðarlega jákvæða einkunn og við stundum svolítið kassalaga í því hvernig við hugsum þetta. Það rétt að sumar kannanir sýna að fólki líður betur með sínum líkum, en þegar við spurjum fólk leið hvort það vilji hafa eins og þess og leikvelli og barnahlátur og annað slíkt, þá vill það líka. Og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að muna það núna þegar þessi stóru árgangar að eldast, að fólk hefur mismunandi þarfir, mismunandi skoðanir, mismunandi efni, en það sem við viljum öll að við búum í fjölbreyttri og blandari borg, þar sem að fólk býr ekki við öryggisleysi, og við hugsum fyrir öllum félagshópum, en ekki þannig að þeir ríkustu, þeir sem hafa mest á milli handana, séu bara í ríkramannahverfum og þeir sem hafa minnst séu í einsleitum annars konar hverfum.
Við þurfum að blanda þessu í hvert einasta hús sem byggt í hvert einasta hverfi sem við erum að þróa og þess vegna erum að vinna með samninga við alla uppbyggingaraðila það að í hverju og einu verkefni séu félagslegar íbúðir sem sjálfsagt mál að séu einmitt út allt og allir bara geti gengið út frá því að þær séu út allt en ekki í einstaka húsum eða einstaka hverfum sem sagan sýnir að ekki góð borgarþróun. En hvað höfum við þá verið að gera í samvinnu við uppbyggingafélög sem að horfa á þá sem eldri eru? Við hefum reynda verið að gera ansi fjölbreytta og skemmtilega hluti í þessu átaki sem hefur verið í gangi undanfarin ár. Grund, eða sem kallað gömlu grund, með mjög áhugavert og nýtt konsept í nýju uppbyggingunni á sér í Mörkinni, þar sem í raun og grunni hjúkrunarheimilis eru líka íbúðir sem reyndar ekki í raun bara sölu íbúðir, heldur nærði að vera búseturéttur. Þannig að eldra fólk getur losað heilmikið fé til ferðalaga og annars, borgar fyrir búseturéttin og síðan svona fast gjald og þetta þekkjum við víðar í uppbyggingu fyrir eldra fólk, sérstaklega á fólki sem vil losa eitthvað fé og kannski eiga hluti í íbúð á Spáni eða annar staðar, því að fólk alls konar og með alls konar þarfir. Þar líka sundlaug og heilsurækt, bara á þeirra vegum, ekki rekin af borginni og ég held, þannig ég sé bara alveg hreinskilinn, ég held að sé ekki raunhæft þó við viljum gjarnan selja ykkur sameiginlega rýmið á Sléttuveginum, ég held að sé ekki raunhæft að borgin reki sameiginlegt rými í öllum fjölbýlishúsum fyrir eldra fólk alla borg. Þegar við erum að horfa á það að fjölgunin 50.000 bara á 20 árum, þá ekki raunhæft að borgin eigi og reki félagsleg rými í hverju og einasta húsi sem byggt upp fyrir eldra fólk, en ég hins vegar hjartanlega sammála að það mjög æskilegt og Sléttuvegur sannar það að slík rými séu til og séu hluti af hugsuninni og hluti af uppbyggingunni þegar í upphafi. Á Sléttuveginum var hugsunin sú þegar sjómannadagsráð byggði þar upp að þar væri glæsileg þjónustumiðstöð og hún þar í næsta húsi við, en kannski þurfum við að hugsa samspil við önnur hús eins og með snjóbræðslu í stéttunum og þjónustu við fólk sem erfitt með að komast á milli húsa og við þurfum að horfast í augu við það að hópurinn sem yfir áttræðu og á erfitt með gang, við þurfum að huga að honum alveg sérstaklega. Við þurfum að huga að honum sérstaklega og það mun fjölga mjög hratt í þeim hópi núna eftir 2025. Það hefur við vitað mjög lengi. Og þess vegna höfum við verið að þrýsta á fleiri hjúkrunarheimili, höfum verið að fá þau og náðum samningum nýtt hjúkrunarheimili upp í Grafarvogi og annað sem mun fylgja í kjölfarið í nýja hverfinu í Ártúnshöfða. En samspil hjúkrunarheimila, íbúða og í raun þjónustu íbúða eins og við þekkjum upp í Eyrborgum í uppbyggingu sjómannadagsráðs áhugaverð konsept fyrir þá sem það vilja og sérstaklega eldri hópinn sem þarf meiri stuðning. En ég held við þurfum líka verkefni eins og Samtök aldraðra að byggja glæsilega og búið að flytja inn víða í Bólstaðarhlíðinni, gamla Kennoreitnum. Félag eldri borgara að byggja íbúðir fyrir eldri borgara með minna á milli handana sem velja leiguleiðina á stýrimannaskólareitnum og í Árskógum líka sem eru söluíbúðir, þannig að þið heyrið þetta líka fjölbreytt hvað varðar eignarhald og slík form og svo fjölbreytni þarf að vera til staðar. En þegar ég horfa á þessa þróun, þegar ég horfa á það hvað eldra fólk segir okkur í könnunum, því að borgin, merkilegt nokkur, eini opinberi aðilinn og eini aðilinn sem að kanna reglulega og kerfisbundið hvað Reykvíkingar vilja og höfuðborgarsvæðið vill í búsetuóskum, sem ótrúlegt, með við það að hvað þetta stórt og mikilvægt mál, að þá held ég að við eigum að í raun að setja markið á það að vera með svo sveigjanlega og libra þjónustu að allar íbúðir geti í einhverjum skilningi orðið þjónustu íbúðir. Að við getum með litlum eða engum fyrirvara
þétt þjónustuna í gegnum samþætta heimaþjónustu og heimahjúkrun inn á nánast hvert einasta heimili, séu með lægri þröskuld að vera með styrki til þess að breyta baðherbergjunum eða gera einhverjar breytingar, en síðan þetta mikilvægt að það séu öflug félög sem hafa yfir miklu úrvali að bjóða og geta boðið fólki að flytja sig jafnvel innan sömu rekstrareiningar eða séu með eitthvað skiptikerfi, þannig að við getum mætt óskum fólks hraðar og með minni fyrirvara en núna þegar við vitum öll sem þekkjum eldra fólk og tölum við það að kvíðin gagnvart því að missa kannski einn daginn heilsuna og finnast jafnvel stefna í það hluti af biðlistunum eftir hjúkrunarrýmum, hluti af óörygginni á efri árum og þetta lykilatriði þegar kemur á húsnæðismálum. Fjölbreytni, framsýni, áætlanir og fylgja þeim eftir með kraftmikilli uppbyggingu, en muna að þetta snýst fyrst og fremst fólk. Við þurfum að mæta þeim á þeirra forsendum og þarfirnar eru býsna ólíkar og örugt þak yfir höfuðið á viðráðanlegu verði og verður grundvallaratriði fyrir svo ótrúlega margt annað, meðal annars það að búa og þróa góða borg. Og það veit ég að við erum tilbúin að gera öll saman. Ég vil svo að endingu að fá að hrósa öldungaráðinu fyrir þennan fund og breyta svolítið formin á þessu og fá þessi innlegg. Ég satt bara hérna aftast og var að punta hjá mér því að maður fyllist heilmiklum eldmóði að fylgjast með og heyra alla nýja hugmyndunar sem að koma inn. Við þurfum sannarlega á þeirri degla að halda. Þannig að ég þakka bara kærlega fyrir mig. Ótrúlega gaman að vera með ykkur. Takk fyrir þetta Dagur og nú næsti dagskrárliður þar ætlum við að bjóða upp á spurningar og svör bæði úr sal og af netinu og ég ætla kannski bara rétt að stelast og til að misbeita aðstöðu minni aðeins til að bæta við að ég tengdi svolítið við það sem að Dagur sagði hérna áðan með fyrri kynslóður hvernig þetta hefur breyst, því að mjög stuttu áður en að ég fer á fullt í pólitík og fer í borgarstjórn og eitthvað þegar afi minn að deyja 2015 þá tvíburabróðir hans sem að Sæmi Rokk sem var að segja mér hvernig þeir bjuggu þegar þeir voru börn og þetta verður alveg setið svolítið í mér af því að þeir bjuggu í borgartúrinu sem núna bara mjög flott í rauninni fjármála og tæknikperfi og bjuggu þar í kofa sem að þeir þurftu að nota pappírslifsur og eitthvað drast til að fylla í glufurnar á og sögðu mér að það hefur orðið til lífs þegar einhver vinur fjölskyldunar gaf þeim einhverja gamla gæru til að hafa yfir sér. Svona hefur lífið breyst á bara einum mannsaldri. Þetta frekar magnað og ég mjög hrifinn af því sem ég komið hérna fram svona þessa blöndun og að fólk geti verið svona saman í samfélagi bæði með aldursblöndun og samt svona í svona sínu rými. Þetta er rosalega spennandi og ég hlakka til að sjá þetta raungerast. En ég ætla ekki að stelast til að koma miklu meira að. Þá bjóðum við upp á spurningar og svör. Fyrsta spurningin sem ég virðist reyndar að hafa týnt bara meðan ég var að labba hérna upp til Berglindar og allra annar. Ég ætla að biðja bara frummælendur að koma upp í pallborðið hérna hjá okkur svo við getum, já. Það verður spurningalisti, mér skilst að Guðrún ætla að halda utan hann. Er það ekki rétt skilið á mér? En sem sagt, fyrsta spurningin hvort að það verði hugað að því að ef að íbúar í þessum svona hvað segjum við, sameignar eða samstarfsrýmum vilji vera með gæludýr og hvort að það sé hugsað fyrir því. En Berglind, endilega komdu upp, ég skal bara standa hér og eftirláta sætið í bili. Og já, einhverju sem mér skildist að Berglind vildi svara þessum lið? Sko, ég svara nú ef ég get, annars ætla ég líka að vísa til nöfnum minna því hún nú kannski meira inn í svona ákveðnum ef það eitthvað þannig spurningur sem vísar í velferðarráðið, en bara, heyrist í mér? Þið talið þess. Heyrið í mér? Á ég takk þetta eða má ég? Ekki, langbæst. Eldri borgarar í sjálfstæðri búsetu hvort þeir megi hafa gæludýr því að margir séu einmana og bara því að þau veitum mikla gleði Reykjavíkurborg hafi til þetta. Þetta er spurning frá Ingibjörgu Viggósdóttur. Hvort að
þetta ekki bara sama með aðra íbúðareglur í sambandi við það að það eru 2/3 hluta íbúða eða búenda að fyrirgeðu? Við skulum ekki hafa fram og tilbaka hérna þannig, en þú hefur tækið fyrir að koma spurningu að þeirra... Já. Persónlega þá hef ég, sambandi við þetta. Persónlega er ég mjög hlynnt í að eldri borgarar eigi þetta gælutur. Ég held að það sé bara gott fyrir alla og stuðli gegn einmanaleik og öðru slíku. En ég held að það væri það sama með allar íbúð, en það getur vel verið að það er ekki þannig. Þá ég fæ svona mismunandi viðbrögð úr sal, en þarna... Er henni best að svara bara spurningun eins og hún er borin fram eins og þú getur og svo fleiri vilja svara sömu spurningu? Ég held að það væri þannig að það þyrfti þarna samþykki 2/3 hluta íbúa til þess að þarna samþykja það hvort það gæludýr. Þetta væri bara sem önnur fjölbýlishús á höfuðborgarsvæðinu. Já, gjörðu það svo vel, það eru fleiri. Ef ég má grípa þennan bolta þá held ég að það bara ráðast að vilja íbúa og eigenda á hverjum stað. Upp í Gufunum sem hjá unga fólkinu, þar sem eru 140 íbúðir, þá gerum við skoðanakönnun meðal umsækjenda, þess að 500 umsækjenda, og það verður við 90% sem vildu leyfa gæludýr, þannig að það var bara sett inn í húsreglur. Svo einfalt. Áhugavert. Voru fleiri sem vildu bregðast við þessari umræðu og hleypa næstu spurningu að? Aðeins hérna. Já, gjörðu þið svo vel. Við höfum líka rætt þessi mál hjá okkur, Baba Yaga, og við vorum sammála það að gæludýr væri bara góður kostur fyrir fólk sem er eldast og við munum hafa það þannig hjá okkur. Takk fyrir það. Þá kannski hleypum við að næstu spurningu. Guðrún, varst þú búin með, já, gjörðu þið svo vel. Og ég vil endilega beina þig til fólks að kynna sig þegar það ber fram spurninguna. Ég var að lista fyrir spurningar. Ég heiti Sigrún Huld og er nú bæði orðin 69 ára og auk þess sérfræðingur í öldrunarhjúkrun og starfa þess í öldrunarþjónustu. En ég fékk mikrofóninn til þess að koma með innlegg í sambandi við gæludýrin, af því að það er mjög víða og ég get bara nefnt sem dæmi upp í Þórðarsveig þar sem er húsnæði sem að félagsbústaðir eiga og er fyrir eldra fólk og þar eru gæludýr bönnuð nema fuglar. Og við skemmtum okkur við þá tilhugsun að íbúinn þar myndi kaupa sér 2 kakadúa. Þeir sem hafa heyrt í kakadúum, þeir geta ímyndað sér hversu heppilegt það er í fjölbýli. Þannig það er bara víða í sérstökum íbúðum þar sem að gæludýr eru bönnuð og náttúrulega íbúðir Öryrkjabandalagsins sem að margoft hafa komið í fréttir vegna þess að þar eru gæludýr bönnuð alfarið. Og þetta er blettur á íslenskri félagsþjónustu að mínu mati. Má ég koma með spurningu líka núna? Endilega. Ég ætla að skjóta því að væntanlega má fólk vera með gullfiska en kannski ekki gæludýr sem eru hvorki fugl né fiskur. Það mátti sem sagt ekki vera með ketti og hunda. Nánar tiltekið. Ég fór aðeins rangt með. Við skemmtum okkur við þetta með kakadúana. Já, ég vil bara þakka fyrir þetta mjög áhugaverða og stórkostlega málþing. Mér finnst yndislegt að heyra Baba Yaga og Þorpi Vistfélag og hlakka bara til að mega vera með í einhverju svona. Gjarnan að sé samt blandaðar kynslóðir. Því að það eru mörg dæmum slíkt með kjarnasamfélög sem býst við þessi þýðinga og co-housing eða bófélagsskap. En spurningin sem ég er með, hún snýr að þjónustu vegna þess að ef við erum að tala búsetu fyrir eldra borgara, þá þurfum við líka að tala þjónustu. Og mér langar, já, Dagur er ekki í pallborðinu, ok, því mér langar nefnilega að spyrja þetta sem já, fyrir þá sem þurfa þjónustu þá höfum við verið að opna hjúkrunarrými. Er einhver, vitið þið sem sitja í pallborðinu einhver sem óskar þess að búa á hjúkrunarheimili? Það er önnur spurningin. Og hinn er, hvað þá stefnu borgarinnar í að byggja upp heimaþjónustu sem ég hef frá heilbrigðisráðherra, svo ekki ætti það nú að vera rangt farið með, að sé það bil 10 sinnum lélegri, það er að segja 10 sinnum minna fjármagn sett í heimaþjónustu á Íslandi, og þá er ég að tala bæði félagslega heimaþjónustu og heimahjúkrun,
heldur en á þeim löndum, í þeim löndum sem við miðum okkur við. 5 til 10 sinnum, 10 sinnum á Norðurlöndunum. Væri það ekki nær að vera að bæta eitthvað inn í það heldur en að vera að opna ný hjúkrunarrými sem enginn sem mun nota þau hefur óskað sér að búa í. Þegar við erum að tala búsetu eldri borgara. Við verðum að tala þjónustu líka og það ekki sjúkdómsvæðing á ellinni. Já, þessi spurningu við borum fram. Ég tek fram að þó að þetta fundur með borgarstjórn, þannig að ef það fer best á því að borgarfulltrúi fyrirgefðu. Berglind Magnúsdóttir, ég held að ef að þú myndir svara þessu. Já, gjörðu það svo vel. Óþægilegt að við heitum báða Berglind. Ég veit. Vandræði. Heyrðu, en ég vildi nú bregðast við fyrst þessari athugasemd varðandi gæludýri. Af því það í rauninni hjá félagsbústöðum og ef ég skilði þér rétt, þá varst að tala félagslegar húsnæði upp í Þórðarsveg, en félagsbústæði fylgja húsalögum. Þannig að það leyfilegt eins og bara í öðrum fjölbýli að vera með gæludýr ef að það íbúðinni samþykkja það. Þannig að það þarf bara í rauninni fólkið á hverjum stað þarf að koma sér saman það. Þannig að það frétt bara þetta, bara ef þú googlar þetta þá ertu fljót að finna þessa frétt. Þannig að það alveg á hreinu. Já. Takk fyrir þetta Berglind. Ef einhver vill bæta við þetta, já, gjörðu það svo vel. Hans með nokkara í sambandi við þessu umræðu þá auðvitað vert að minnast á þessu svokalli EDIN hugmyndafræði á hjúkrunarheimilum þar sem beinlínis gert ráð fyrir að sé eins heimilislegt og hægt þar með talin dýr sem talin hafa góð áhrif, þannig að mér langar að koma dýpar inn í þessu samhengi. Já, takk fyrir þetta Árni. Þannig að já, ef það vill ekki fleiri bregðast við, það náttúrulega í boði ef að borgarstjóri vill bregðast við þó að sé ekki beinlínis í fallborðinu, en við kannski höldum bara áfram. Já, ok, gjörðu þið svo vel það. Já, látum endilega mikrofónin berast. Ég vil bara nefna út af gæludýrunum að í mínum huga það eru gæludýr og aukin gæludýr bara hluta því að þróa borg og vera í borg. En það vissulega líka hluta því að vera í borg að taka tillit til náungans. Þannig að þetta getur orðið svona eitthvað flókið samspil í húsfélögum en þetta gengur víðast hvar vel og til dæmis hundaeigna aukast mjög mikið en hundar eru eitt af því sem svona fáa sem svona lögskilið í þessu. Það meðal annars til hæstaréttardómur það að páfagaugar séu ekki hundar. Það er látið reyna á það hvort að páfagaugar féllu undir lög gegn gæludýrum og það sem þetta ekki, páfagaugar ekki hundar og Hæstiréttur hefur komist að því. En varðandi spurninguna sem mjög góð, hvernig stendur á því að við erum með lægri framlög til heimahjúkrunar. Munurinn felst nú fyrst og fremst í heimahjúkrun millilanda þegar borin eru saman útgjöld til heilbrigðismála að þá hefur ríkið í raun annars vegar að hluta til hagaði þannig og hluta til þetta vegna þess að við erum væntanlega með yngri þjóð. Það eins og að breytast og við vitum það og ég á von á því að þetta muni breytast með því. Við höfum verið að þróa samþætta heimahjúkrun og heimaþjónustu hjá Reykjavík. Við erum sem með þá þjónustu en til dæmis nágrannasveitarfélögin ekki, það eru heilsugæslunni og höfum þess vegna geta tekið við fólki heim til sín fyrr 2-3 sólarhringum að sögn Landspítalans heldur en önnur sveitarfélög. Og það bara vegna þess okkar frábæra starfsfólk sinnir því vel og það örugglega alveg rétt að það ekki margir sem óska sér þess að fara á hjúkrunarheimili frekar en fólk óska sér þess að leggjast inn á spítala en í mínum huga það alveg ótvírætt og bara hyggjandi sem í hag koma við verðum að hafa hjúkrunarrými til þess að þjóna þeim sem eru veikastir og þurfa mesta þjónustu og þó við viljum gjarnan veita heimaþjónustu eins lengi og við getum og þess vegna þurfum að byggja upp þar. Við þurfum nýjan Landspítala en svo þurfum við samþætta heimaþjónustu fyrir sem allra flesta og hún þarf að vera miklu fjölbreyttari og miklu sérhæfðari fyrir ýmsa sjúklingahópa en það væri þetta hafa mjög langt mál en læt þetta nægja í bili. Takk fyrir. Þá var það einmitt.
Komið sæl, Þórdís Lóa heiti ég og er formaður borgarráðs og mér langaði mér er rennur blóð til skyldunar, ég starfaði í mörg ár í öldrunargeiranum og hef ótrúlegan áhuga á þeim geira. Þegar við vorum hér áður fyrir að opna Skógabæ og byggja íbúðir í kringum Furugerði og fleiri sem kallast í dag þjónustuíbúðir og ef þið skoðið skilgreininguna þá sjáu að þjónustuíbúð getur nánast verið hvar sem og það ákveðin vandi og það það sem Sléttuvegur að vinna með líka. Mér langar, í gegnum árin þá hafa aldraðir sagt við okkur eða eldra fólk, við viljum fá góðar íbúðir, við viljum búa saman og það hluti af því sem að nokkur ykkar hafa sagt. Svo koma hér upp alveg ótrúlega flottar hugmyndir, bæði Baba Jóga og Þorpið og Árni varst frábær með þínar tengingar inn í félags- og tómstundafræðina. En mín spurning er það illusion að við tölum samblendni og við viljum vera saman en svo þegar að það kemur að því að ákveða að þá virðist einhvern veginn alltaf vera, mér langar að fá að búa í friði og þú komst svo vel inn á það áðan með Sléttuveginn. Þannig að ég eiginlega spyr, af því að þetta búið að vera frábælega fjölbreytt sem við höfum fengið að heyra, hvað í rauninni, hvað viljum við raunhaft? Því að þeir aldraðir sem við tölum við, þeir eru ekki svona mikið fyrir samblöndun eins og þið eruð að segja okkur. Og þannig að mér langar aðeins að fá viðbrögð, erum við bara í útópíunni eða ekki? Takk fyrir. Takk. Runólfur hefur beðið að svara þessu og Árni líka. Ég held að stutta svari við þessu sé einfallega það að hópurinn 60+, sem kannski erum að tala hér fyrst og fremst, hann alveg með jafn fjölbreytilegar þarfir eins og hópurinn 60-. Það bara, við erum bara alls konar. Sumir vilja búa í kjarnansamfélagi og hafa stuðning með fólki sem þeir eru eitthvað sameiginlegt með, aðrir vilja búa nálægt sínum fjölskyldum og svo eru enn aðrar þarfir og bara með fjölbreytilegar og við eigum ekki búa til eitt box utan fólk. Við eigum bara búa til sveigjanlega lausnir þar sem fólk allir rúmlega finna það sem hæfir þeim. Þetta ekkert flókið. Takk fyrir. Árni vildi bregðast við og líka Elma og kannski fleiri. Með það sem að skeður auðvitað í þessu, mér finnst frábært, það frábæra hlutir í gangi sem aldursstengt, mjög flottir, en ef við tökum til með eins og Árskóga, það sem flytur inn kannski fyrir 15 árum fólk sem í kringu 60 og núna orðið 75 áttrætt, þá breytist eðli félagsstarfsins mjög mikið eftir með hækkandi aldri sem slíku. Ef við getum tryggt einhvers konar endurnýjun þá það þetta mjög flott og ég alveg sammála því að það gríðarlega flott starf svona sem aldursstengt. En ég þekki það sjálfur, ég bý í húsi þar sem yngsta fólki yngstu fjölskyldan kringu 20 ára og elstu íbúar kringum 80 ára og þar eru börn og þar eldri fólk og annað slíkt og það verður mjög skemmtilegt samfélag út úr því. Kannski getur að leiði því að við hljóðið inn okkar íbúðir en allavega þannig að það verður svona mingl á milli og þetta verður svona skemmtilegt samfélag. Þannig að ég bara talsmaður þess að nýta allt sem virkar og passar í þessu og auðvitað út frá vilja hvers og eins. Já, takk fyrir. Gjörðu svo Elma. Já, ég nefnilega sammála, en það líka það að það hægt að hanna rýmin þannig að þú getur þá líka, eins og ég kannski tala í mínum fyrirlestri, að þú getur þá sótt líka þína innveru á eigin forsendum þegar þú vilt. Af því að maður ekkert alltaf endilega í stuði til þess að vera að spjalla og vera með öllum og svona, maður vill líka stundum fá að vera einn. En þá líka hægt að hanna húsnæðið og rýmin þannig að þú getur dregið til hliðar eftir þörfum, en samt má heldur ekki vera hægt eins og að koma inn á líka að fólk bara einangrist inni. Að það þarf líka þessa hvatningu á að vera innan annað fólk og í samningu með öðrum og svoleiðis. Takk. Já, gjörðu svo vel. Það voru Berglind vildi reynda bæta inn fyrst. Já, ég ætlaði bara að segja að það alltaf verið að ræða 60+. Mér finnst alltaf himinn og haf á milli 60+ og 80+. Og ég held að séu alltaf þarfir sem þú þarft, sko, til dæmis ég að vera 64 ára og bý í sambýli alveg frá 2 mánaða upp í rúmlega 70 og það gengur vel, meiri segja með hund og allt saman, sko. Þannig að þetta svona mjög blandað sambýli og ég held að það henta mig vel. Ég held að það sé líka spurningum aðgengi, ég meina hvernig það, þarf að fara upp á 4. hæð labbandi eða þarf að fara í lyftu, ég held að það skiptir líka miklu máli, hvernig umgerðin í húsinu sjálfu, en persónlega held ég að skipti líka máli bara aldurinn sjálfur, hvað þú þarft og líka þegar þú ert komin kannski, þegar þú ert komin yfir 80, þá viltu kannski annað en þegar þú ert 65 ára. Takk fyrir þetta.
Þá ætlaði að svara líka Margrét Ágústsdóttir. Já, ég svona sammála ykkur fjölbreytnina og að við þurfum fyrst og fremst fjölbreytna lausnir af því við erum alls konar. Það sem að við höfum einblínt á að hafa litlar íbúðir, mjög stóra sameign, litlu íbúðina svo við getum dregið okkur tilbaka og verið út af fyrir okkur ef við viljum, af því að oft vill maður bara fá að vera í friði, en líka við getum leitað í félagsskap hver annarar. Já, Árni ætlaði að fá bæta eitthvað smá við og ok, fleiri. Langar bara aðeins að bæta inn í sambandi við því að nú höfum við talað félagsstarf og þetta allt saman og sjálfstæða búsetu og allt þetta. Við höfum kannski ekki talað einangrun og alls konar svona hluti sem að margir eldri borgarar verða fyrir. Og þá það til að segja eitt af verkefnum þegar við erum að vinna með eldri borgara, tónlist- og félagsmálafræðingarnir, þá það ekki síst að leita bara kerfisbundið upp þá einstaklingar sem búa einir, fá ekki heimsóknir, eru afskiptir og koma þeim inn í einhvers konar virkni. Þannig að við þurfum að tryggja einhvers konar kerfi sem verður ekki bara það að við verum með frískt fólk sem hipp og gúl og rosa gaman. Við þurfum auðvitað að vera með eitthvað kerfi þar sem við getum tryggt að sem flestir sem lendi ekki í einhvers konar niðurbroti og einangrun, að við þurfum einhvern veginn að leita það fólk upp og virkja. Það eitt af því sem að tónlist- og félagsmálafræðin alltaf með fremst á radarnu þegar við förum inn í þetta félagsstarf til dæmis. Já, Margrét ætlaði að bæta við líka, var það ekki? Já, mér langaði aðeins að bæta við í sambandi við samveruna eins og í húsinu hjá mér, maður svo sjálfhverfur, að sko, Dagur var að tala að leggja hitt í gangstétti til að auðvelda fólkinu að fara niður í dalinn. Það bara ekkert nóg, það sem að skipti máli, það að fólk getur rölt þarna niður, ég má segja í tíma og ótíma, ég veit að það sjálf en þá svo upptíkin af öðru, ég nota mér þetta ekki en ég veit marga sem að fara þarna niður á morgunkaffi, hittast, lesa blöðin, spjalla og svo alltaf eftirmiddagskaffi sem við höfum nú haldið uppi sjálf en þá. Og sko, það kemur ekkert í staðinn þó að það gæti komist í mat einu sinni á dag eitthvað. Það þessi litlu stundir sem að skipta máli fyrir gæði fólksins. Og svo gleymdi ég áðan, ég ætla að þakka öldrunarráðinu fyrir þau hafa verið okkur virkilega, vinnveitt í okkar tilraunum til að reyna að halda þessu rými sem við höfum og vitum ekki enn hvernig fer með, en ég vildi bara koma þessu framfæri. Já, takk fyrir. Ég ætla kannski að benda á það að við eigum ekkert brjálæðislega mikið að tíma eftir, þannig að við skulum reyna að vera stuttorð. Ég gjörðu það svo vel. Já, góðan dag. Ég heiti Magnús Brynjólfsson og er formaður Samtaka aldraðra sem byggingarsamvinnufélag. Við höfum byggt margar íbúðir á undanförnum árum. Ég ætla að sé tel ekki eitthvað 530 íbúðir sem að félagið hefur staðið fyrir byggingu á. Og núna síðast, eins og borgarstjóri minntist á áðan, þá verið að byggja og klára nýtt húsnæði 60 íbúðir í Austurhlíð sem að kennaraskólareitnum. Og þetta verkefni hefur tekið núna 2,5 ár, cirka, og við tókum skóflustunguna í desember 2018, minnir mig, að hafi verið með borgarstjóra og vorum ákaflega þakklátir fyrir hans framlag þar. En það hins vegar á það að líta að það hefur tekið svolítið tíma fyrir okkur að fá lóðir. Í þessu tilviki liði ekki minna heldur en 8 eða 10 ár á milli, þannig að það var ansi langur tími og nú náttúrulega eins og ég heyri og sé og þetta mjög þarfleg umræða sem við hér erum að ræða og það að verða mikil fjölgun á þessum aldurshópi og margir sem knýja á með sértæk úrræði og svo framvegis. Ég vil nota tækifærið sérstaklega varðandi það sem að Margrét sagði hér áðan með Slettuveginn. Það náttúrulega stendur okkur svolítið nálægt því að þetta hús var byggt á vegum samtakana, Slettuvöll 11-13 og þessi salur og húsakynni það ennþá óleyst það mál
Ég vona bara að borgin, og ég veit að Dagur og borgarstjórnina mun vera velviljuð og vilja að leysa þennan vanda og ég skil það líka mæta vel að það sem að Margrét að segja að það verður örugglega mjög erfitt að fara í frosti og byl í göngugrind niður á Hrafnistu sem töluverður bratti að fara frá 11 og slettum við 11 og niður á Hrafnistu, þá slettum við 25. Þannig að ég vænti þess að borgin taki myndarlega á þessu máli og leysi það með okkur og íbúum þessa hús. Nú, það eiginlega tvennt sem að ég hefði viljað leggja upp með, 2 spurningar sem að í sjálfu sér snúa bæði að borgarstjórninni og borgarstjóra. Það er náttúrulega varðandi lóð og úthlutanir. Auðvitað þurfa menn að taka sér svolítið saman í andlitinu og reyna að koma þessum málum vel áfram. Þannig að það standi ekki á því og nú erum við semst að klára þetta hús upp á 60 íbúðir. Nú erum við með ákveðna þekkingum það hvernig á að standa þessu. Það komið ný, skulum við segja, kynslóð, mín kynslóð sem að taka á þessum málum. Við erum þessum aldrei fædd 1950 og aðeins eldra og hins vegar erum við að týna tölunum þeir sem hafa haft þekkinguna á þessu og þannig að við þurfum auðvitað að halda við þessari byggingaþekkingu og hvernig á að standa að byggingu og við megum ekki vera önnur 10 ár að fá lóð. Þá erum við nánast bara út úr myndinni. Þannig að ég vona bara að menn hafi gæfu til þess að takast á við það. Nú, ég vil það líka segja það að meðalaldurinn í þessum íbúðum, 500 rúmlega íbúðum, hann um 80 ár. Málið það að margir íbúar hér, þeir kveðja þetta líf í þessum íbúðum. Sem betur fyrir þurfa ekki að fara á hjúkrunarheimili og heldur ekki á spítala. Þeir kjósa það að fá þjónustu til sín, hjúkrunarþjónustu heim. Þar líður mönnum best. Heima best. Ég legg áherslu á það. Og alls ekki að troða fólki inn á stofnanir. Það er okkar reynsla. Fólk vill vera saman. Og ég legg mikið upp á því að finna það á okkar fólki að það forðast einmanaleikann. Það er náttúrulega félags mjög mikilvægt. Ég verð að segja að þetta á að vera spurning og ég kom að spurninguna en spurningin þessi. Ég bara aðeins segja það að það sem sagt, þetta lykilatriði að það það hvort að borgin muni ekki vinna betur og meir að því að útvega þessum félagi sem hefur staðið að þessum byggingum frá 1973 fram á þennan dag frekari lóðir. Takk fyrir. Takk. Dagur ætlaði að fá að bregðast við og svo ef það eru fleiri? Jú, við höfum verið að kortleggja þessar þarfirnar fyrir alla aldurshópa og erum með aðalskipulega auglýsingu sem að kveður sérstaklega það að vinna áfram með óhagnaðardrifnum félögum. 20-25% af allri uppbyggingu eigi að vera það. Við erum að horfa sérstaklega á svæði sem liggja vel við almenningssamgöngum. Þannig að fólk getur sparað í heimilisbókhaldinu í samgöngumálunum líka. En við auglýstum fyrir sumar eftir óskum og þörfum óhagnaðardrifinna félaga til þess að fá svona heildarkortlagningu og ég held ég sé ekki að upplýsa neinn leyndarmál að flest þau félög sem hafa verið að byggja upp í þágu eldri borgara hafa lýst áhuga oft á því að jafnvel koma inn í byggja bæði hjúkrunarheimili og tengdar íbúðir og svona stærri klassa og við erum að vinna úr þessu núna og ættum að geta sýnt svona aðeins meira á spilin seinna á þessu hausti sem hluta af svona húsnæðisáætlun okkar til framtíðar. Þannig að við viljum mæta áhuga faglegra, traustra, góðra byggingafélaga sem að huga því að byggja áfram í þá eldri borgara.
Takk fyrir þetta. Voru fleiri sem vildu bregðast við? Já, Runólfur, gjörðu svo vel. Aðeins bara kannski þetta, það kom fram áðan að segja að þörfin fyrir íbúðir fyrir 60 pluss næstu 10 ár ég var að meta hana 5.000 dagur, segir ég 10.000 á höfuðborgarsvæðinu. Væntanlega kannski sannleikurinn ekki starta mitt á milli. Þetta gríðarlega mikil uppbygging sem að þarf að fara í á næstu 10 árum. Og ég held að hún verði ekki nema í samstarfi borgarinnar, óhagnaðardrifna félagasamtaka og almenna markaðarins. Við erum félag sem erum bara á almenna markaði, við erum svona hefðbundið hlutafélag sem erum að leiða saman einhverja þarfir sem við erum að sinna og selja íbúðum og notendum þær lausnir og fá fjárfesta með okkur í slík verkefni. Og ég held að við þurfum að búa til mjög fjölbreytilegar lausnir. Hlutverk borgarinnar að sjálfsögðu að vera þetta félagslega öryggisnett, tryggja þjónustu, svo eru þessi óhagnaðardrifnu félög sem eru gríðarlega mikilvæg og svo almenni markaðurinn og allt þarf þetta að spinnast og vinna saman. Og þannig held ég að við verðum að leysa þetta. Takk. Ég sé, við erum svolítið mikið að falla á tíma. Voru fleiri sem vildu bregðast við þessu? Já. Ok, ég ætla þá að loka mælendaskrá og við skulum klára þá sem eru búnir að biðja orðið núna. Þannig að gjörum við svo vel. Reynum að vera snögg og höfum þetta spurningar en ekki fyrirlestra í spór við spurningar. Já, gjörðu svo vel. Geir Guðsteinsson heiti ég. Mér var svolítið hugsað þessa kynningar á Baba Yaga. Ég langar að vita hvort það hefur verið gerð könnun á því hversu margar konur eru tilbúnar til þess að taka þátt í þessu. Við kallar útilokaðir samkvæmt kynningunni, en við getum náttúrulega kannski stofna kallréttindafélag til þess að búa til okkar eigin aðferð. En mér langar að vita hversu langt þetta komið. Það búið að deiluskipuleggja þetta svæði fyrir ykkur og eitthvað fleira sem væri ástæðu til þess að láta hann koma fram hérna. Takk. Takk. Og hverju vilja bregðast við þessu? Já, kannski bara... Með deiluskipulagi á reitnum þá auðvitað þetta mjög þekktur reitur hér í borginni og út frá hörmulegum atburðum sem þar urðu og brunnareiturinn á Bræðraborgarstíg og aðliggjandi lóð. Þar erum við í samstarfi við félagið og skipulagsfulltrúa að vinna einfallega skipulag á reitnum og horfa til hvernig þessi best komið. Þetta mjög viðkvæmur staður, uppbygging þarf að falla mjög vel að hverfinu og götumyndinni, þannig að þetta þarf að stíga létt til jarðar, en þetta er bara allt í ferli. Hvað snertir eftirspurnina, þá náttúrulega hvað okkur varðar, þá teljum við að hún sé veruleg, höfum skynjað það, en þetta auðvitað verkefni þar sem að fjárfestar hafa komið að og þeir trúa á þetta verkefni og við trúum á það líka. Takk fyrir það. Já, gjörðu svo vel. Við höfum svo sem ekki gert neina könnun á þörfinni en við höfum fengið fjölmargar fyrirspurnir frá konum og jú, þetta bara fyrir konur, við fórum bara af stað með verkefni þannig en það ekkert sem útilokar að karlar geti gert slíkt hið sama eða hvaða hópur sem hestamenn eða golfarar eða hverju sem eins og kom fram það náðan. Takk. Takk fyrir. Ef það ekki fleiri viðbröð, þá skulum við bara fara í næstu spurningu. Gjörðu svo vel. Ég heiti Þórunn Sveinbjörnsdóttir og ég hef starfað þessum eldri borgaramálum í 8 ár og ennað, en ég ein af þeim sem að flutti í Árskógana fyrir 2 árum og eitt sem kom þar alvarlega á óvart við flutningana það hversu mikill umferðarþungi á svæðinu. Þarna eru trukkar og djöfulgangur frá 6 á morgnana og fólk alveg gapandi hissa og svo náttúrulega byggingar hjá IR. Það önnur saga. En eitt sem að þið hafið ekki nefnt, enginn ykkar, það umferðar og öngþveiti fyrir eldra fólk. Við erum lokuð inni frá 8 til 10 á morgnana, þá losnar aðeins borgina og ég tala sérstaklega eldri borgara, vegna þess að við erum, eins og hefur komið fram, við erum í mörgum aldurshólfum. Og síðan byrja balli klukkan 3:30 á daginn til rúmlega 6 að eldra fólk forðast þetta eins og heitan eldin að fara út. Ég mjög skotin í verkefnin ykkar í Hveragerði og ég skotin í því líka að nemendur geti búið í nála eins og hollenska módeli hefur verið dálítið
og ég held að það sem það hefur verið prófað í Reykjavík hafi það gefið mjög góða raun og ég held að við höfum að horfa á það til framtíðar. En sem sagt, það er líka þessi aldursmunur, ef maður tekur áskóana númer 1 og 3, þar erum við hálfgerðir unglingar, hinum við götuna eru þessir 84 ára og eldri og það er alveg gríðarlega ólíkar þarfir. En það er vandi að það skildi ekki vera leyft að byggja einhvers konar göngubraut yfir götuna. Vegna þess að í þessu, við erum mörgu sinnum alveg í lífshættu þarna í þessari götu. Bara að beygja út úr planinu er vandamál. Þannig að ég bara skjóta þessu að ykkur með umferðina, hún er eitthvað sem að kannski nú síðast á þeirra gera eitthvað með stoppbrautirnar til að draga úr þunganum. En það er eiginlega mín spurning, umferðarvandi, hann snertir okkur. En varðandi dýrina þá í þessu húsi, það er bara undirskrift íbúana og þá var leyft þá að hundur kæmi og þykir alveg sjálfsagt. Heyrum aldrei í honum, bara velkomin. Og ég held að það séu lífsgæði, við höfum að taka honum fagnandi, en kettir eru viðkvæmir út á ofnæmi, en þetta bara er í reglum, þannig að það er ekki hægt að hlaupa fram hjá þeim. Takk fyrir spurninguna. Er eitthvað sem vilja bregðast við þessu? Ég getur nú kannski jafnvel bara brugðist við varðandi umferðina, en kannski Dagur takið það? Já, takk fyrir Þórunn. Ég eiginlega, mér langar til þess að bara biðja aðstoð samtaka eldri borgara og eldri borgara bara yfirleitt við að minnka umferðina sem við viljum öll. Hún er í raun þar sem fólk kvartar helst undir í hverfunum er mikil umferð og allt of hröð umferð og háaði frá umferð. Þegar við sjáum, spyrjum fólk að þá sjáum við að eldra fólk er það sem minnstu vill breyta. Það er síst líklegt til þess að vera hrifið að borgarlínu eða taka almenningssamgöngur eða gera eitthvað svona og það er mjög mikill munur yfir eða undir 70 ára í þessu og kannski er það eðlilegt en þá allavega að hvetja börnin sín til þess að breyta ferðavenjur og slíkt því að þá losar það umferðina fyrir þá sem að kjósa keyra eða verða keyra af einhverjum ástæðum en þetta er auðvitað eitt af höfuðverkefnunum sem við erum með til að búa til betri borg að draga úr umferðinu og dreifinni betur og minnka álagið af henni, út allt. Já, Elma? Já, takk fyrir. En ég ætla bara að láta vita að verkefni mitt er náttúrulega bara hugmynd frá lokaverkefni úr mastersnámi, þannig að þetta er ekki eitthvað endilega sem byggingum kannski. En þar einmitt endur skipuleggja svolítið gönguleiðir og götum flæðið bílaumferðina út frá nýrri hugmynd og nýju umhverfi og aðlaga svolítið í kringum það sem áður var og breyti og yfirfæri það yfir á nýtt verklag og skipulag þannig að ég hugsa að það myndi kannski líka væri mikilvægt að innleiða inn í allar nýja byggingar á nýjum svæðum og byggingareitum er að horfa svolítið aftur á umferðina í kring og hvernig er hægt að láta allt virka svolítið betur, það kannski svara þessu eitthvað. Ég vildi kannski sjálf aðeins koma inn í þetta ef að fundurinn fyrirgefur mér það, en ég vildi bæta við það sem að borgarstjóri sagði að hugmyndin með bættum almenningssamgöngum og borgarlínu er ekki bara að allir noti borgarlínu eða almenningssamgöngur. Það snúast líka að þétta byggðina svo að hlutirnir séu betur í göngufæri og að í rauninni fjölga hlutfallslega þeim sem eru á almenningssamgöngum þannig að það séu hlutfallslega færri á götunum sem að dregur úr trafíkinni fyrir þá sem að verða að vera á bíl. Og þetta er svona grundvallar pælingin í þessu. Það var farið í ítarlegan samanburð á valkostunum áður en farið var í þetta og kom í ljós að þetta er besta leiðin til að draga úr trafík fyrir þá sem eru á bíl líka. Það er bara það var borið saman við möguleika að fjölga mislægum gatnamótum og víkka vegina og sú lausn væri bæði dýrari og myndi minnka umferðina minna. Þannig að við erum búin að íhuga þetta mjög mikið og ég vildi bara bæta þessu aðeins við. En okkur er mjög umhugað að draga úr trafík. Við erum bara að reyna að fara þá leið að því sem er búið að meta að sé sennilegast að ganga upp. Það voru tveir í viðbót sem ættu að spyrja spurninga. Já, takk hérlega fyrir. Ég heiti Sanna Magdalena Merstudóttir og er í borgarstjórn og ég hef líka áhuga á förðun, svona svo ég skilgreini mig út frá einhverju öðru.
Ég vildi spyrja hérna eins og þegar við komið inn á að þá svona, við erum að sjá einmitt íbúa uppbyggingu út frá þörfum fólks eins og Baba Yaga og þorpið Vistfélag þar sem að íbúar eru svona hafðir með í ferlinu. En spurningi mín þessi, finnst ykkur að það þurfa að spyrja íbúa meira í uppbyggingaferlinu hvernig íbúðir íbúar vilji búa í? Og þá ég ekki að tala sko með stuðningi eða þannig, heldur bara einmitt, viljið þið sjá geymslu í kjallara eða við hliðina á íbúðinni, viljið þið glugga í öllum herbergjum, þá ég að tala þú veist þetta uppbyggingarferli, finnst ykkur vanta meira af því? Takk. Ok, gjörðu svo vel Runólfur. Já, það öllu falli okkar aðferðafræði. Hún byggir á því að við erum að reyna að byggja upp samfélag fólks og þá þurfum við að vita í upphafi og í ferlinu hvernig það samfélag Í tilfelli Baba Yaga þá erum við bara að vinna með félaginu um uppbyggingu og fáum þeirra hugmyndir sem við endur svo speglum inn í hönnun og skipulag. Upp í Gufunesi þá notum við sömu aðferðafræðina og eins og ég nefndi þér áðan, það kom upp spurning hvort að gæludýrahald ætti að vera leyft. Við einfaldlega gerum skoðanakönnun. Það voru 500 umsækjendur búin að staðfesta. Við sendum þeim bara einfalt form og spurðum viljið þið að gæludýrahald sé leyft. 92% sögðu já. Það var það bara einfaldlega ákveðið. Og fólk bara gekk að því þá þegar það keypti íbúðir. Það vissi að gæludýrahald væri leyft, einhverju örfáir hafa mögulega hægt við, en allir aðrir voru ánægðir. Og þetta bara mjög einfalt svona með þessara aðferðafræði þegar að kaupendur eða íbúar eru dregnir inn í hönnun og skipulag á frumstigi og unnið allan tíman. Og þetta svona okkar aðferðafræði með þessa kosti. Takk fyrir það. Voru fleiri sem vildu bregðast við þessari? Nei? Þá förum við í næstu spurningu. Já, góðan daginn, Þorbjörn heiti ég og ég ætla bara að byrja að segja að því mér finnst svona hjúkrunarheimilin hafi fengið pílinn neikvæð umfjöllun. Þau eru gríðarlega mikilvæg sem lífsloka staður og það skylda samfélagsins að hafa slíka aðstöðu til staðar. Bara það sé á hreinu. Verkefni hins vegar að reyna að seinka því að fólk þurfa að fara inn á hjúkrunarheimili og ég vil að koma í veg fyrir það. Og þess vegna finnst mér þessi kjarnahugsun að byggja svona kjarnabyggð vera mjög áhugaverð. Ef ég vil bara leggja áherslu á það þá ekki vera bara kjarnabyggð eldra fólks. Það þarf að byggja þetta þannig upp að við séum áfram í borginni. Við séum ekki sett bara einhvers staðar í jaðar og byggða þar upp bara svona íbúðir. Og þá erum við eiginlega ekki lengur í borginni. Og það er mér rosalega áhugavert, ég fékk kynningu hjá Klasa sem að velta fyrir sér upp á Höfða. Það sem við að hugsa bara upp samfélag. Og við eldra fólki erum bara hluti af þessu samfélagi og þannig verður blandan til. Við verðum svolítið að passa á tíman. Það þetta sem ég að spyrja, kannski varpa til Runóls, ef ekki að ná blönduninni með þessu, ekki kannski endilega að hafa ungt fólk og gamalt eldra fólk í sama húsi, heldur í skipulaginu. Vill einhver bregðast við þessu? Ég held að spurningin hafi beint til mín. Ég bara ítrekka það á hann. Ég held að þarfir fólks séu gríðarlega mismunandi og við eigum ekki endilega að setja ramma eða ákveða hvernig þær þarfir eru. Heldur að bjóða upp á lausnir sem henta hverjum og einum. Í tilfelli Baba Yaga þá eru 23 konur sem vilja búa saman og vera hluti af samfélaginu sjálfsögðu. Og það sér mikil áhersla á þá nálgun til að mynda rekstur á kaffihús og jarða að vera partur af samfélaginu. Og það hentar vel þar. Við erum með alls konar kjarnarsamfélags hugmyndir aðrar. Líka við sjáum það að fjölskyldur vilja búa saman, ótengt aldri og auðvitað þessi félagslega blöndun allra efnahagshópa sem Dagur minntist á mjög mikilvæg. En þetta útilokar ekki hvort annað. Þetta ekki annað hvort eða. Heldur einfaldlega að bjóða upp á mjög fjölbreytilega lausnir sem henta hverjum og einum. Takk fyrir það. Voru fleiri sem vildu bregðast við? Ég sá að Kolbrún Baldursdóttir og Borgarfjöldur rétt upp hönd. Ég var búin að loka mælendaskrá. En við kannski leyfum henni að koma af stað fyrst að það ekki fleiri. Takk kærlega fyrir. Ég heiti Kolbrún Baldursdóttir og Borgarfjöldur Flokks fólksins. Nú standa hérna því að örn með að sitja. Ég er aldrei farin að segja til sín en ég ætla að hafa þetta örstutt. Mér langaði bara að taka undir með Runólfi. Ég svo ánægði að heyra aðferðafræðina sem hann notaði varðandi gæludýrin. Ég sem sálfræðingur til meira en 30 ára veit bara hvað dýr og það að hafa gæludýr gerir mikið fyrir sálina og líkamann að fara út með hundinn og svo framvegis.
Þannig mér langar svo mikið til að sjá þetta vera að bara þróunina, hraða þróun, ef við lítum tilbaka í sögunni í borginni þá hafa hundar sannarlega ekki verið velkomnir og það er rauninni ljót saga og nú þurfum við að snúa þessu bara hratt í áttina á að gera þetta eins og borgarstjóri sagði áðan, bara eins og önnur þróun í borgum að hafa gæludýrin með okkur og þeim sem það vilja. Þetta er bara svo yndislegt, yndisleg samvera. Takk. Vill eitthvað bregðast við þessari spurningu? Ok. Já, þá bara, það finnst að það er ekki fleiri á mælendaskrá, þá ætla ég að biðja Berglindi Eyjóls að koma og ljúka fyrir okkur fundinum. Já. Þakka bara öllum sem komu og voru með erindi, virkilega vel fyrir okkur öllum sem komu til að fylgjast með og spyrja og tóku þátt í gegnum fjarfund. Takk kærlega fyrir. Forseti og góði fundamenn, ég vil bara þakka fyrir góðan fund og eins og við heilt hérna í dag að þá eru rýms að velja og ég hef þarna og við erum alls konar og mér finnst svolítið skemmtilegt í umræðinni sem að koma hvað gæludýr voru svona rauði þráðurinn í gegnum umræðin og hvað þetta er mikilvægt og hvað eru fá ár, ég var að rifja það upp bara hérna þegar ég byrjaði í rannsóknum í lögreglunni, ég er hægt að titla við sem lögreglumann, að þá þarna voru mín fyrstu mál, það var ólöglegt hundahald í Reykjavík. Þú sér að þetta er ekki lengra síðan en núna þetta eykur lífsgæðin alveg gríðarlega og hvað þetta er mikið, ég bý ein og hvað er mikið atriði þegar maður kemur heim, hvað maður fær alltaf góða móttökur. En eins og við búin að heyra hérna í dag, þá eru ýmis að velja og þarna rosalega margt áhugavert. Eins og líkanið hennar Elmu Klöru frá Hveragerði og ég var að mynda að hugsa þegar hún nefndi böðin, hvað böð, ég meina hvað er meira félagsstarf heldur en í heitupottunum? Allstaðar í Sundlaugu Reykjavíkur og þar er fólk á öllum aldri og Árni Guðmundsson, ég búin að vera að hugsa hvað ég ætti að titla mig fyrst að ég þarf að breyta og ég er líka komin á eftirlaun fyrir utan það að ég er listunandi, mér fannst það ofboðslega flott. Jæja, burtséð frá því að þá þarna er ég mörguleyti sammála því að vinnumarkaðurinn á að vera sveigjanlegur og mikið skiptir máli því að það eru margir alveg gríðarlega fastir í sinni atvinnu og bara lifa þar og bara veslast upp þegar hún er ekki lengur til staðar. En og hversu mikilvægt er að hafa frá að einhverja hverfa, hversu mikilvægt er að hafa áhugamál eftir starfslok. En tíminn er að fara frá okkur og Margrét Ágústsdóttir, ég er heilluð af Baba Yaga systrum, mér finnst þetta alveg ferlega spennandi. Og bara ég þarf að vita hvernig þetta félag opnar því ég ætla að gerast meðlimur, ekki spurning. Og þetta geta verið saman á efri árum umkringd öðrum konum með sama lífsgildi, sjálfbærni og samstöðu með hundinn minn, þetta verður frábært. Styðja okkur aðra og svo er þarna Þorpis vistfélag. Ég fór að mynda að hugsa hvað þetta er góð lausn. Þarna verið að tala um umferð. Þarna er verið að hugsa hvað mikið er á sama stað, við erum að þétta byggð, þorpi, þarna eru áhugamálin kannski bara nokkur skref, talingi eða þetta í sambandi við vinnu og vinnan við erum að hugsa líka, ef maður hugsa bara breytingu sem átt sér stað á minni ævi í sambandi við atvinnu, að hvað mikið þú getur unnið svo mikið heima frá þér. Og það einmitt komið vel í ljós núna í þessu ástandi sem við erum öll búin að búa við í alltaf langa tíma. En samt mjög mikilvægt líka að hitta fólk. En burtséð frá því að þá held ég að þetta er örugglega bara framtíðin, svona vistfélög, eins og búið að vera að kenna fyrir okkur í dag. Og ég skal alveg viðurkenna það að þetta er eitt af því sem að ég held að sé sniðugt líka fyrir ungt fólk, eins og hefur verið þarna í Gufunesi. Og svo fengum við þarna frásögn íbúa Sléttuveg 11 og mér finnst líka þetta gott, það er eiga þetta val og eins og ég nefndi áðan, það er ekki sama á hvað aldrei maður er og ég held að bara það að hafa aðgengið, að hafa lyftu, að hafa breiða ganga, hvað það skiptir vel og ef allar íbúðir í dag væri hannaðar á þann veg að þá væri kannski meira blanda samfélag vegna þess að við erum alltaf að hugsa hvað er þægilegast fyrir okkur.
En þessi dagur hefur verið frábær í alla staði og ég hef bara fengið alveg ótrúlega góða einsýn og bara upplýst eftir þennan dag og er bara mjög ánægð. Og ég veit ekki hvort ég er í lokafundunum eða hvað þú ætlar að gera það, Alexandra, en ég bara þakka fyrir mig og bara eigið góðan dag þar sem eftir er. Takk. Já, bara þakka ykkur öllum fyrir komuna og ég segi þessum fundi borgarstjórnar og öldungaráðs slitið.